Klukkan orðin 4, elsku, kæru hlustendur. Mötli Krúur á fónunum og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum indislega föstudegi. Það allavega allir í bullandi gíri í þessu stúdíu. Það fullu bátur og ég sitt hér í mínu sæti og beint á móti mér eru tveir trúðar og meistarar. Það eru þeir Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steindórsson. Var ekki Steindi trúður? Já, þú ert nú þú ert nú líka þarna sko. Það er alveg nettu trúður ég. Bara ekki til að segja það. Er móðgandi að vera að kalla það trúður? Nei, alls ekki. Nei, ég held að Þú getur farið í mjög virta trúðaskóla. Já, er það virt? Já, það er mjög virt. Svona Harvard trúðana. Já, þú getur farið í hörku trúðaskóla. En heldur þetta sé, eins og hann segir Harvard, heldur þetta sé skipt niður hversu góður trúður þú ert, að þá getur þú farið í betri skóla á hann að skáðu sér? Það getur að vera, ekki? Já, sko. Hvað heldur sé margir að læra að vera trúður í dag? Alveg 20 manns. Í öllum heiminum. Að læra trúðir? Nei, ég er að segja það satt sko. Þetta er heldur deyjandi sport sko. Þetta er rosalega læra sko. trúðin. Hver var að segja mér það? Það var eitthvað saga. Ég veit ekki hvort það hafi verið einhver Hollywood-leikari sem lenti í þessu, eða ég man ekki hver það var eins og því. En þá var einhver sem mætti sérst í trúðafötum fyrsta daginn í trúðaskóla og það var allt vittlust. Já, ok. Þetta er bara disrespect. Þú ert ekki orðin trúð. Já, þú ert ekki orðin trúð. Hvað djúðan þetta að gera, drengur? Ég held að þetta sé rosalega deyjandi. Nei, þetta er stór. Þetta er high paying job. Þetta er ekki high paying job. Það er ekki, maður getur ekki barnaamali og útskriftarveistlur og hvað heldur þú, ef þetta er eina vinnaðinn, basically þá ertu bara helgar. Kannski að vera ammali á 50 degi eða einhverjum hátíðardögum. En árshátíðir, ofta árshátíðir. Það er ekki árshátíð á mánudegi. Jú, að trúðar er að brjála að gera trúðum. Það er ekki neitt að gera. Og málið er að trúðar og þú móðgast indi eða þú kallaði trúður, ég alveg tek eftir Nei. Egill segir bara trúðurinn út meiri trúður. Ég er trúður. Ég er algjör trúður. Og veistu hvað? Og trúðar, drengir, þetta er líka að þú fer í trúðaskóla, þá held ég að þú sért ekki að læra bara að vera trúðurinn með vatnið í blóminu og allt þetta. Þú ert líka held ég að fá, þú bara fá grunn í alls konar. Grunn líkari? Bara hinn og þessum. Já, ég reyndar væri til að fara kannski 2-3 daga í trúðaskóla til að sjá bara út á hvað það gengur. BS, ég er bara klár. Já, það er rosalega. Það er leikum að veitum fólk sem kláraði námið. Að fá þig í einkaþóttu og vera trúður sem Björgur Tóra og Milner sem fá þig sem bara í gríni þá stenda henni inn sem hættur með hórkolluna og blómið og allt. Akkur ættu að gera það í gríni? Nei, bara, þú veist. Akkur ættu að nefna hanga með þér annars? Hvað, því að ég er bara skemmtilegu gæi? Hefur það aldrei einhvern megin hvað ætlaði þér það? Jú, þú ert meira nóg fyrir mig. Ég er meira með þér heldur en konunum minn og börnunum mínum. Þannig að ekki hvarta ég. Ég er bara einn en ekkert að hanga með þér. Ekkert frekar en mér. Nei, en jú, en ég finna þú veist. Ekki útlöku að Björgi vinnur hans, eða þú veist. Já, reyndar, sko. Hann mætti tökur hjá honum og fengur sér eitt kaldan saman og svona. Það er ekki gert það ef að líta á Steinda sem einhvern lélegan trúð. Nei, hann lítur á mjög hann lítur á að gefa þér eitthvað respect. Hann getur fyrst að vera mjög virtu trúð. Mundi drepa hana að bjóða okkur í þóttunum sína? Við erum að kynnast honum hægt og rólega. Já, við erum að reyna að fá hann í blöðkastið. Björgi, ef þú ert að hlusta, þá er það á bucketlistanum hjá Agli að fá þig í blöðkastið í spjall hlutabréf og lyftingar. En málega hann gerir það. En hann er greinilega að hlusta á okkur. Þegar ég segi í blöðkastunum að á bucketlistanum minni að fara til hann að Maldís að gefa svínunum. Gleymdur að segja bekka með. Nei, að gefa svínunum epli. Já. Þú veist, þarna, hörðu, er það tilvíðun að segja líðið 500 og hann er að gera það? Basically að niðurlæga þig. Hann er ekki að hlusta og sagði nú ætla ég að pakka að gera hann er living your dream. Sér er alltaf fara ekki að leika sér að haki allt sér gerði að setja á að lista. Veist það mjög líklegt? Nei, ég held að segja þér að þú trúður. Mér veist enga líkur á hann sé bara að vinna í Abagarðinum á Tenerife í eitt ár. Ég held að það sé aðeins en ef hann fer í underwater villuna í Maldífs og fer í ressan þar þá er hann að trolla gilsa. Er það ekki? Já, sko, það er einhver gýr í mér þess að dana. Er það út af bara veðrið er orðið tölvöld skam? Ég var að grilli í gær í hita. Það er alltaf komið sól úti, sko. Það er ekki sól núna, en það var bjart. Það er ekki sól. Það er alveg sumar. Ég segi þetta sem sól. Mér finnst þetta sól. Nema brefin. Er þetta ekki sól? Ég er að horfa á. Það er ekki sól á þróttaramerkinu, en það er samt að bjart yfir því. Það er létt yfir þróttaramerkinu. Ég sé alveg þegar það er létti og síðan er ég að horfa á höllina sem við verðum alltaf eftir 14 daga félagarnir og það er nákvæmlega 2 vikur í gegin maður. Það er rosalega. Svakalegt. Það er bara hver að vera síðastur að tryggja sig með. Það er stórt, drengi, þetta er stórt. Og ég sendi á Sóla Hólm á hann bara svona út af því ég er í gír, þú veist, það stutt í höllina og ég var að spurja hann, þú veist, hversu graður eftir dag, Sóli, sko. Ég þarf hólmaran
horny 14 dagar í höllina, sun is shining og það er sumar og hann var að svara, ég vonu leysir þetta ekki út af punni en ég hef aldrei verið gæðar en okkur og hann stætti orðrætt, ég lesi þetta direct quote og það er 14 dagar í höllina. Þú getur ekki sagt í útvarpinu, þetta er direct quote af því að þú ert að ljúga. Ég verð að taka upp hanskanarna fyrir Sola. Þú ert að ljúga upp á manni. Nei. Hann var ekkert að senda þér það, þannig að þú mátt ekki segja að þetta er direct quote. En ég get lofað því, án þess að vera að ljúga að því ég seti hljóðin agli, er að hann er búinn að spyrja hann. Hann er ekki komið með svar. Hvernig veistu þess að ég kom með svar? Má sjá, þegar þú var... Þú er ekki verið að stara á tölum, er ég að stara á tölum þína? Nei, ég er að segja Þannig að þú sendir á hann, en hann svaraði þér ekki. Þannig að þú bjóst þér svarið. Steindi veit ekki hvort það sem var svarið ekki. Ég var að segja, hann var að svara, hann sagði, ég hef aldrei verið gæðar. Ég get staðfest að ég sendi þetta sem gerir hann alveg strax rugglaðasta manni landsins. Sem var löngu vitað. En já, sko, við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag og það er eiginlega ber hæsta beisvöndurinn. Hann er í viðtali hérna hjá okkur eftir. Jónas. Já, Jónas. Við hringdum í hann. Jú, þú komst ekki, þetta var í gær. Já, hvar var hann? Sko, þetta Dubai. Hann er á Dubai og þetta er hann er frægari heldur en ég held því að við þurftum að ringja hann, veist ekki það, hann var mjög næs, hann var blind fullur held ég að hún gríms, hann var alveg vel í því er hann í frí? Við náðum honum, hann var á bakkanum hann sko við þurftum að stýta síldalins svolítið já, en ekki, hann var geggjaður ég vil fá samt að hvað þurftu að stýta? Þegar þú hlustur að viðtala eftir þá heyrur ekkert hann sé fullur því að bara hann var ekkert slefandi, hann var ekki eins og þú í AC maður skildi hann hvað er það? Ekki það, þetta er svo vondur gerðilhandur hættu þessu nema sko við heyrðum í honum og ég hugsaði bara strax svona ég horfði á Egil bara, hvað kallir hann í því það? Og já, það fór ekki á milli mál, hann var í því samt urðum við að ringja hann klukkan 2 og þá var einu sensti fyrir hann til að taka síman það er tímamismunur, þetta getur verið kvöld hann var í Dubai í Sundlaug og hann vildi svo ekkert losna við okkur, hann var til að tala við okkur allan daginn hann var bara að rétta öllu fólkin í Sundlauginni í síman allt inni bara kom eitthvað gaur í síman ég held að það var umbósmann hans eitthvað yes, hello, this is Mark við eitthvað bara, yo Egil yes, this is Audi and Egil who are you guys? Við bara, radio show from Iceland við klipptum þetta út sko hann bara, yeah, okay, what do you want? Við bara, what do we want? Jonas? Can you put him back on the phone? Yeah, I got no time for this rétti hún síma þess og við varum bara að tröfla hann hvað hérna það var alveg grilla þið klipptu þetta út já, við klipptum þetta út og svo rétti hann kæristunni sinni síman hún fór að spyrja okkur út í Ísland og eitthvað spurningar ekkert eitthvað sem átti heimi í þessu viðtali við það sé líka að segja, sko ég var ræðið blöð fyrir símtali út af því að veist, ég sagði hann, hörðu, við viljum ekki eitthvað þurrt plögg viðtal og ég er að spurja þær beisöndir aðeins já, ég hendi honum í hraðspurninga, hann er mjög skemmtileg en síðan svaraði hann ástöð, veist, að var á svindlega bakkanum komið í hann hann að ég ekki áhyggjur þeirri þurrt plögg viðtal, sko varstu hrættur að hann væri bara við tölvuna, gaming já, þannig er gamer Egil sagði við mig bara, að ég vonu við hittum á hann í góðum gýrmara því hann er bara oft í tölvunni og kannski er bara ný vaknar eitthvað ég bara, já, hvað, það spilur bara við hann ég hendi honum í hraðspurninga og allir feskir hann bara, já, herru, svo svaraði hann, engar áhyggjur hann var í gýr ég dauði öfunda mannin maður við sátum hérna inn í stúdíu og ringi hann hérna í lokuðu herbyggi á Suðurlandsbraut og var hann bara í sundlaugapartí í Dubai og þetta verður spilað eftir já, hann var í Fantagýr svo erum við með, hvað er spurningkeppni Gilsans? já, hörðu hún hefur ekki verið í smá tíma eða byrju, jú, náðurinn inn síðast við töfðum hana og síðan tróðum inn King of Making a Hit já, þetta er nýtt lag ég er ekki frá því að þið félagar hafa verið making a hit það var að koma út nýtt lag í dag drengir, ég held ekki að fara fram hjá neinum sem allavega fylgir okkur á samfélagsmiðlum Aron Kahn gestur, geggjað það er komið á Spotify undir F95 Blöð og Aron Kahn, skemmtilegt að fá hann að neða geggjað, hel feskum geggjað og ég er svona veltað fyrir mig, hver er betri að make a hit eða Steinþór eða The Blondell það er heldur Steinþór, hann er líklegri hjá veðböngum ég eiginlega setja ykkur 50-50 því að horfið þetta flótubræð hann á svo mörg geggjulög þannig að þú ert líklegri Steindi þú hefur verið Crazy Bastard ég hef heilt Crazy Bastard þú hefur heilt F95 blöðlega Steindi var ekki því sko hann var ekki á miðvíkudöfum eða þriðjudöfum en hann var bara allt niður nei, hann vildi ekki vera með því að hann fannst eitthvað beneath his status að byrja á F957 ekki í dag nei, svo hætti síminn að syngja já, núna bara, þú veist, þú mætir ykkur bara fyrir pakka Salem Light sko en drengir, en við lendum á Rauði Ljósaðan og það var strákur
með lagið í botnu, ég setti það á Insta, þetta var ekki eitthvað planað, Steindi var bara, hvað er það að hlusta á lagið? Nei, það heyrði svo hátt, svo litum við bílum við hliðina og gaurinn að blasta þeim, við keitaðum aðeins framar og vinguðum hún. Ég held að Ötti væri að spila lagi í símanu sínum eitthvað, þú veist, kannski að skoða stóri eða Meistari var það. Þá var það næst í bíl og við heilsum með hann. Já, og við fengum þá hugmynd sem við ætlum að henda mér í gang núna, það er leikur, við ætlum að gefa, hvað er að gefa? Við ætlum að gefa 3 efstu sætunum 4 miða í höllina. Já, eða ekki, menna það er ekki bara Það er því að það komast 2-3 að svona myndbandi. Það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að fara í keppni á Instagram og basically því að taka upp eitthvað vídeo eða vera að gera eitthvað með laginu undir aldrei toppað og 3 bestu fá 4 miða hvert á afmælis tónleikana. Við repostum og saveum þetta og veltum svo steinum bara. Þið þurfa að taka okkur inn þannig að við getum farið yfir vídeon. Já, takk okkur inn og við viljum fá líka partí í kvöld sko. Já, bara við ákveðum þetta mánundaginn, þannig að þá látum við vita og við tilkynnaði blöðkastinu og við líka tilkynum ef einhver er kannski að taka þátt í þessu og er ekki áskrifandi af blöðkastinu, þá sendum við, þú varst að vinna 4 með það. Og það eru fyllibettur núna út allan heim, skilur, fólk er erlendis og veist, út á Raufarhöfn að veiða fisk, við alls konar beni, allt inn. Sko, Raufarhöfn að veiða fisk, það væri bara strax komið í topp 3 held ég. Já, ég fíla að við gætum svo tekið þetta kannski aftur næstu helgi, en mér langar að þetta klárist bara á mánudaginn. Þú hefur daginn í dag. Þú vilt ekki velja winner í Nei, þú hefur bara helgina. Ég vil bara að þú takir þessa helgi, blasti laginu og besta vídeoið, bestu 3 fá miða í höllina. Þannig að bestu 3 vídeo fá öll, þú veist, 4 mann. Þannig að við erum að fara þetta í repost stemningu núna. Já, ég meina, nýtt lag og stutt í bara eitt partí sem ég hef aldrei verið á spenntu fyrir einu giggi, þannig að við verðum kannski pínu óþólandi næstu 2 vikurnar, en fólk fyrirgefur okkur það. Fólk gefur okkur slaka með það. Þú ert afmælisbarn, þú ert mikið afmælisbarn. Ég er mikið afmælisbarn og ég er meira sem búin að plana afmælið mitt í sumar, það verður gaman. Svo erum við með, já, þá var viðtalið beisvöndurinn, spurningkeppnin King of Making Hits. Ég þekkir ekki, það eru góðar í dag, mjög skemmtilegar. Þannig að það verður, já, ég get ekki sagt að verður eitthvað challenge fyrir ykkur. Ég hefði kortmyndur frekar. Já, það er svo langt sem það var og ég er með rosalega spurningar í dag. Og gamli skólinn, hann skrifaði Handskrifa svo ég. Já, ég með hann svo Búin að gera grína mér í 10 ár. Þetta er góðin backing time. Nei, málega er að ég er ekki Hann mikið. með tölvu. Ég handskrifa stundum, ég veit ekki það, en ég nota tölvu yfirleitt. Skrifa ekkert eðlilega illa. Málega er að hræðslutæki á tölvun minni drafst og ég get ekki keypt nýtt. Það var ekki til svona hræðslutæki. Það er að kaupa nýja tölvu. Það náður nýja tölvu. Það er við hliðin á henni. Þú eppa 10 Já, skrifin. líka tölvu mín alveg orðin 5 ára. Mér þykir bara væntum hana og ég þarf að kaupa nýja tölvu og ég þarf að kaupa góða tölvu sem endst í 5 ári. Væntum hana? Já, Tölvuna hérna? ég vil ekki Eru þið góðir vinir? Ég nenni ekki að rótira tölvum á Út af því ásvæðslu. þú verið saman. Þú og tölvan upp í rúmi. Við hefum oft verið saman 2, væntanlega, þú og tölvaðinn. Ég bara segja, Í þú rúmi? veist, þú ert bara með tölvun og vinn og þú veist bara að maður kynnist tölvun. Já, bara vinnuðinn. Já. Ég er ekki að gera lítið úr því. Alls ekki. En talandi að skrifa illa, ég var í fermingaöslun daginn, Svön sagði, svo kom fermingabarn og spurði, herru, hvað stendur hér? Ég skrifa svo illa, hann skildi ekki hvað stóð í. Hvað stóð í kortinu? Steindi var nákvæmlega saman stað. Ég held að sé svo. En skrifarið, þú getur ekki lesa samt spurningar. Guðminn, alma. Ég er rosalega, sko. Þetta Ertu er verri en ég, maður sjá Skrifar það? allt með stóru stuðum. Hvað ertu 30 ára? Þeir eru að skrifa bara fyrir sjálfa Þetta er þig. stóri staðir. Hann notar ekki litla Akkur staðir. gerir ekki litla? Er þetta stóri stæðir? Maður sjá. Ég myndi kannski gera Er þetta stóri staðir? Ég ætlaði líklegast að bera þetta fram Þetta er svo stóru með það. Já, maður sjá. Já. Ertu með kapslokk og saman? Þetta er nokkur litlir sko. Einn og einn lítill á þinna minni. Já, ég skrifa Já, bara. ég meina þess að mála Þú ert satt Herru, út af gutt hver er að gæjast? Sjáu þið? Sólinn. Þarna Já, sólin. kom Hún er sól. Vissum kæmi. Sóli er sko, það er alltaf gangu upp núna. Það er alltaf gangu, við erum í gýr, þið eruð í gýr, kæru hlustendur og fyrst að sólinn var að fara að gæjast og þá verði ég að byrja hann á þátt með alvöru látum og munið daginn þegar ég var að segja, ímyndið ykkur þessi að lappa í höllin og þetta hérna sé að byrja. Ég er eiginlega að fara að toppa það núna. Nú má kerfið ekki bregðast Ekki skýta það. Please, láta 10 þetta years. gangu. Ok, ímyndið ykkur, við erum með rosalegasta ljósasjó og besta hljóðkerfi sem hægt er að fá í Íslandi. Þið eru í höllinni og þetta hérna byrjar. Aldrei toppað. Þetta er lag sem kom á miðnætti inn á Spotify og eins og komin á hann og þá erum við með leik í gangi, miðar á afmælið undir. Búið til vídeo á Insta með lagin undir, takkið okkur og þið getur fengið 4 fría með. Erum við komnir í- Þið líkur á mánudaginn. Erum við komin í repost everybody? Já, við erum svolítið í þannig gýr. Er það ekki? En það er komið að slúðrið, drengir. Hvað ætlar að bjóða upp á? Sko, ég er með ágættispakka. Hérna allavega betur en síðast. Hérna eitt par sem að við erum ekkert gríðalega hrifnir af hérna í þessum þætti. Hvað finnst þau svona freka þreytandi? Það er þetta Machine Gun Kelly og Megan Fox.
Já. Það nú verið að tala að sé komið vesen þar og þau sé ekki að nástanginu voru en samt sko, ég með Hvað stendur bara að kalla það? 2 slúðumól að þeim En Fyrir löngu En sigur Já, ég kallaði þetta fyrir löngu drengir Það er búið að nást 2 vídeo bara með mjög stuttu millibili þar sem að hann er eitthvað svona að reyna að kissa hann á hálsinn og tala við hann og hún hefur engan áhuga að tala við hann bara svona ríkur í burtu og einhver pirringur í gangi en hún var samt líka í viðtali samt fyrir viku síðan þar sem að Sálufélagar ögla þar sem hún staðfesti af því að hún var spurð hvort þetta var bara verið eitthvað promo-dæmi hérna hjá þeim sem ég skil ekki hvernig hún starta promotora sambandinu það er alveg galið en allavega og það voru hún spurð hvort þetta væri bara eitthvað promo-dæmi með að hérna drekka blóðu hvort öðru hún sagði nei, við gerum það náttúrulega ekkert reglulega þetta er svona pínu ritual hjá okkur þá drekkuðu blóður hvort öðru En þau voru trúlóð eða ekki? En hvernig er Brian Austin Green? Heldur hún sé bara, er hún að smassa hann eitthvað núna? Nei, hann er náttúrulega bara að vona á barni Ég vil aldrei verið betri gællin sko Þau fengu headlines í 1 ár og það var markmiðið Já, það er búið Myndu hérna, nú eru þið alveg ástangni menn báðir Myndu þið drekka blóðu úr Guri og Sigrúna? Það er ekki my shit sko Það er ekki tepall blóð sko Það er til í red wine Mér finnst það óþarfi sko Já, en þú myndir alveg gera það Myndir þú sjúrunni blóðið til dæmis ef það væri búið að býta hana? Já, auðvitað En þú veist Myndir ekki kingja þið sant? Nei, við sækjumst ekki Myndir sjúa úrunni blóðið? Eitthvað snætra snáku verið búin að býta Það virkar í bíómyndunum en ekki í the real world Ég myndi líka að gera það bara við ykkur sko Þú veist, ég myndi bara að reyna að gera það hvern sem er Ef ég er bitinn, láttu mig vera Gerum við það greið En er blöður bitinn á penis? Ég vissum þetta segja Ég vissi, ég beigði eftir þessu Hvað myndir gera þá? Það er eins og sért 5 ára sko Það er eins og sért 5 ára Þetta er samt ágætt spurning á pælir Ég veit þetta er ókslega barnalega umræða En segir mig, ég ætlir bitin í hérna félagann Og þú veist þú myndir bjargónum Nei, ég er ekki að ljú í 1 sekundur Ég myndi segja bara djöfisum skellum að ég myndi ekki að gera neitt Ég myndi þykjast að leita snáttnum með eitthvað ég er að ná honum Djöfisum vesen er þetta Ég ætla að finna snákin Hvað er þessi snákur? Ég ætla að finna snákin Ég myndi ekki gera neitt annað Já, þannig að það er alltaf eitthvað vesen Já, og eru að drekka blóðu hvort öðrum sem er alveg fáránlegt Við vonum að séu ekki margir af því í Íslandi Það er lítið eftir þessu pari sko Þú þurftur allar að fá Það er að koma ný Transformers mynd og það er að gera eitthvað annars er þetta game over sko Ég veit ekki, sko, er hann vinsæll hjá ungu kynslunni? Held ég ekki Ég held samt að hann sé vinsæll en við höldum Ég var alveg forvitin ég veit að mikið ungu fólk að hlusta Getið þið sendið á gamla kallin hvort hann sé vinsæll hjá unga liðinu? Ég held strákar að Hollywood sé líka eru þau ekki lungu það lið, er þetta ekki lungu búið að sjá við þessu? Nefnir fólk einhverju svona blóðsögur Hérna að mæta á einhverju MTV-hátíð Þetta er alveg grillað dæmi En myndaleg bæði tveim Það er með 19 milljónir monthly listeners á Spotify sem nú alveg Það er svolítið mikið ekki Allt í lagi sko Þannig að hann er vinsæll Hann var rappari, núna rockar Þetta er mikið að liða að hlusta á hann sko Já, gefum hann það Svo er það, að því þú varst að spyrja út í Brian Austin Green Ég ætla að enda á þessum móla Þannig ég ætla ekki að enda á hann núna Herðu, vitið þið hver þetta hérna er á myndina? Eða er þetta, við náttúrulega ekki mynd? Ég sé svo rosalega illa Er þetta ekki Beverly Hills? Jú, þetta er Andra Hún er ekki breyst neitt Hún er bara helviti lík Nei, hún er bara aðeins Mér fannst það fyrst vera eins og þetta væri gömul kona En hún hefur ekkert breyst, ekkert aðeins lengra Ég verð að sjá betur Sko, að því ég þarf að lesa The Fountain of Youth Já, ég þarf að lesa þetta nefnilega mólan En veitir, ákveður hún hefur breyst langt minnst Hvað rakakrem er hún með? Hún var elst af þeim öllum Og þetta vissi ég ekki, ég vissi alveg að það var að leika þessi yngri krakka Herðu, árið 1995 Nei, þá hætti hún í þáttunum En hérna, þegar hún byrjaði í þáttunum 1990 Þá átti hún að leika 15 ára gamla núlling Hvað myndið skjóta að hún hefði verið gömul í þáttunum? Þú leik 15 ára gamla núlling Sko, flest allir voru svona 47 ára Nei, það er maður tippað á sko 18 til 20 15 ára núlingur, ekki meina það Nei, Max Þú ert ekki nálægt í, Steindir eða nærði Hún var 29 ára Þú leik Andrea Leikur 15 ára úling 29 ára Þetta er alltaf svona Alltaf þegar eitthvað svona úlingamyndir Nei, hún var lang elst fólk En hún var lang elst aðeins Já, en 15 ára og 29 ára Það er devil to hell Það er basically, sko, þú ert að Það er helmingi eldra Ég er nú ekki góður í starffræði Þetta er nánast helmingi eldra Sko, eins og allir krakkarnir í Berðremi Þau eru yfir 50 Jú Sem það leika krakk Já Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Mættu einni í stúdíu til okkur daginn Hvað voru þeir? 15 ára? Já, meina
Hvað heldur þetta, það 50 maður? Nei, það ekki Nei, herru, svo hérna lokaslúðurinn, ég varði að hendur sem með ég er búin að horfa á þetta viðtalið að gegja okkar besti maður, Nicolas Cage Já Don't call it a comeback, segir hann með mynd núna sem að fá svað á dóma Leika sjálfan sig og leika sjálfan sig og En betur, hann var með svaða dóma daginn Já, með pig Já, var hún að fá Glæný góða núna. dóma í alveg? Já, hann var á, hún fekk ekki að dóma og hún ok. frábær og ég var þú búin að ég bara horfa á hana og hann var í sérst að promóta þessa mynd sem þú ert að tala núna Já. á Reddit og þá var hann spurður hvað besta mynd sem þú leikið í og þín uppáhaldsmynd sem þú leikið í Con Air. og það var Pig Ok, ekki Con Air eða Rock Já, en sko, hann þessi mynd Face Off. Unbearable Weight of Massive Talent að fá styrla dóma, hann að leika sjálfan sig þarna og já, að segja þetta The unbearable weight of a massive talent Já, þetta eitthvað sem ekki þú Ég er bara að horfa á þetta Hvernig hérna nú detti hans út Já, hann fór í sitt fyrsta viðtal svona talkshow viðtal í eitthvað 13 árið eitthvað hann hafði ekki farið síðan 2008 neða meira hvað erum við að tala um? 14 ár, já. Og fyrsta viðtalinn sem hann fór í 14 ár var hjá Jimmy Kimmel þar var hann að staðfesta því að við höfum oft sagt slúður á hann hérna, hann sé mjög þetta er stórfurðulegur maður mjög skemmtilegur. snillingur og þetta er mjög skemmtileg, ég horfði allt viðtalið hrikalega skemmtileg, en þar var hann að svona játa að margt af þessu væri satt hann átti snák með 2 hausa og keipti það á tæpa $100,000 sem eru 13 miljónir Já, hann vildi bara eignast snák með 2 hausa Já, hann svo sagði hann að það hefði algjört vesen eigan hann gaf einhverjum dýragarðan Svo, þetta var hellingur sem var að fara yfir og basically hann fór einu sinni inn Action comedy, það er ekkert sem ég elskar meira í lífinu en action comedy Já, ok, ég veist ekki að vera comedy Hvað getur hort á þessu mynd bara í kvöld? Þessi mynd fjallar hún er bara komin í bíó hún fjallar það grínmynd? Já, hann eignast, það er einhver milljarðmann einhver sem sækir í hann og hann er bara að leika sjálfan sig og svo sá milljarðmann einhver eitthvað dubious og hann fer að vinna með lögunni og þetta er svona spennumynd sko. klassískur, þetta er Ég sé bara þetta er winner. söguþráður sko. Já, ég mig langar að sjá hana 7,6 og IMDb sko og fyrir grímmyndi það er rosalega hátt sko Ég meina, hver er betra að leika Nicolas Cage en Nicolas Cage? Það er Ekki góð betur spurning líklega sko Nei. En veitir hvað hann sagði líka í viðtalinu Já. Hann fór inn í spilaviti með 26 krónur $200 breytti í 3 miljónir Það er heldur vel gert, bara í rúllettu Hann stakk hann með lazy Hann bara datt allt hjá hann Fór hann bara í 50-50 betið? Nei, hann var að segja tölurna sína að það verið að detta og veistu hvað hann gerði? Hann tók allar peninginn og gaf það á svona einhvað munaðarleysingja heimili og hefur ekki gamla síðan Hann sagði svona vildi ég Hætt á tóknuna Já, svona vildi ég bara enda minn gambling fyrir Ég ætla að reyna þetta líka Ef ég detta á eitthvað svona run næstir ég er að gambla þá ætla ég að hugsa með það Herru, ég er hættur Ég ætla að hætta á tók Það gerist eitt sko Ég þurfti að vinna aðeins þá hætti ég slettur Getur ekki hætt sko Ég ætla ekki að gera leiðilega við þig Þú getur ekki unni í kasinu Ég hef labbað út með pening Nei, þú ættir aldrei sens að vinna í kasinu Okkur Af því að þú bara, ég sé hvernig þú gamblar og það er ekki hægt að gambla heimsku Þú veist, ég sé bara Nei, ég sé bara þegar ég seti mér á rúlletunni þá setur á alla tölundar Hvernig getur unni og setur á alla tölundar alltaf Þú situr á rúllettu með ekkert undir það því þið er svo gaman að hanga þar Það er að skrýtnasta sem ég hef séð í kasinu Ég gambla til að reyna að vinna eitthvað Sko við spilum það minimum Það er misningin, þú vinnur ekki Þetta vinnur húsið Hvað heldur að þú vinnir kasinóið? Hvort heldur að ég sé rauður, slettur eða grætt sem ég byrjaði að gambla? Þú ert eldrauður sko. Það séðu satt Rauður? Já Ég og Steindi erum að spila þið minimum Við trillum okkur úldiborð Spilum þið minimum Já, það er ekki svo ég sé ykkur hákall Drekkum free beer Sen erum við bara að ræða málin, velta steinum Já, ég er oftast með eitthvað Þið talaði eins og ég sé bara einhver lunatic á öllum Nei, þú er bara meira aggressive Já, þú kemur yfirleitt alltaf frekar svona pirraður og smá reiður Kemur Ég elskar reiða Setur ógeðslega mikið á borðið Það dettur ekki svo ferðu Svo kemur aftur svona 40 mínútur Gerði það sama Já, það er ef ég er að spila blackjack Herðu, við skulum hætta að ræða AC er líka in our past Já, við erum aldrei aftur fara til AC Og fyrir það sem er hlusta sem spá ykkur gríni að fara ángað Don't Sleppið því For the love of God Ég ætla að taka Nicolas Cage á þetta Næstir í tekja okkur rönn í kasino Bara hættur Við skuldum auglýsingar Svo er það þekki eða ekki Frikki Dór Bleikur og blár Ég held að þetta sé vinsælasta lagið á Íslandi í dag Helviti gott lag á Frikki D-Man Þetta er sturlalag Maður gefa henni það Og sko Það er eitt Við vorum að fá senda Ég verði að lesa upp Við þurfum svo bara að posta þessu Því að ef að fólk dettur ekki í gýrin þetta er rosalegt Ég var að fá send hérna dagskrána í höllinni Og hún er Þetta er alveg dag sko Já, sko húsið opnað Og þetta er fyrir utan
leiniatriði og svona sem munum bætast inn Við erum með nokkra leiningesti sem að eru geggja. En eins og staðan er núna, þá er þetta þannig að húsið, við erum í beinni frá höllinni frá 4 til 6 Húsið opna bara 4. Nei, og húsið opnar eiginlega 6 fyrir Nei, það byrjar 6. Við opnum húsið 4 en við erum bara, nú erum við bara að hugsa upp átt fólk er bara að hugsa upp átt. Við erum í beinni, við ætlum bara að vera á sviðun í beinni klukkan 4 með þáttinn og þá er líklega opnar hurðin ef einhver fólk vil koma hana og horfa okkur vera að tala um ægjáðan og fýblast þettunum þá geta það mætt og fengið sér bjór en ég segja King Richie opni þetta bara klukkan 18:05 ég er að lesa þetta Jó, sko, eins og á staðinu núna, þá byrja Rikki klukkan 6 klukkan 7 fer á sviðið Flóni klukkan 25 minútur yfir 7 fer Birnir á svið klukkan 19:50 fer Birgitta Haugdal á svið klukkan 20:15 fara Klöpt upp á svið klukkan 20:40 fer Aron Kahn upp á svið klukkan 21:05 fer Bríett upp á svið klukkan 21:30 fer Rikki Dór upp á svið klukkan 10 fer F95 Blöð upp á svið klukkan korter í 11 fer Muscle Boy upp á svið og klukkan 11:30 fer Beisendur upp á svið Þetta er rosalega og þetta er fyrir utan leiningist Þetta er alltaf Þetta er rosalega helvitislæn Já, ef þetta pepparið ekki að fara inn á tix.is og tryggja með það þá get ég ekki seltir þetta En málega með þetta er að sko þetta er ekki svo að fara inn í bæ það sem að er opið til 4 þetta er Laugardalshöll þannig að þetta er dagdrykkjan þetta er stemningin þú sko ert að mæta fyrir 6 Þú verður að vera komin í hús allavega ekki svetin hálf Þú ert að opnaði fyrsta í hádeginu Þú ert að vinna á lag og ert að vinna til 4 þá ferður bara í dag og segir við manni föstudagann 13. ég hætti á hádegi Já, ég þarf að hætta hans fyrr Ekkert kapís Nei, þú spyrir má ég hætta fyrr Það er það í lægi Ekki fara að segja ég ætla að hætta á hádegi kapís Ég get staðfest það sem fyrirhandi lagamæður ég hefði ekki gengið hjá mér í burt Ég held samt að fólk sé orðið eftir COVID ég held að fólk sé orðið vant þessu fólk er að byrja fyrir og hætta fyrir Já, líka þú fer á tónleika, það er ekki tónleika langt fram á nótt Nei. En eins og það heyrið drengir, þá er Jón Jónsson mættur hérna á fóninn sem þýðir að við erum að fara í þekki eða ekki yes. Og hvor ykkar, mér er alveg sama, hvor ykkar vil fara fram á undan? Já, mér er alveg saman líka Viltu ég fara fram núna? Já, þetta er bara fram Og tillið mér hann með a cold refreshing beverage Já, við brendar hann Sko, það er eitt líka í þessu hérna, það er eitt nýtt sem ég útskýri fyrir þér og eftir og það er mjög skemmtilegt það er annar ykkar er örugur að fá eitt stig Ok af því að það er hvor ykkar verður nær réttu svari Ok Ertu tilbúin? Ég er klár Það er fyrsta spurning Ef þú yrðir að breyta nafninu þínu í höfuð á einhverju svona erlendu selebi hvert er þið nafnið þitt? Já Það sem mér datt fyrst í hug var Wesley Snipes Þetta var rándýrt nafn Já, síðan Mér finnst þú bara eða engin Wesley Snipes Nei, svo fyrir að hugsa að ég er kannski engin Wesley en ég er smá Wesley væri þetta Alveg smá Hvað er Wesley? Já, það er kannski ég sko Já. Svo fyrir að hugsa Steven er líka smá ég Steven Seagal það Þá er það líklega Steven Seagal Þá er ég kallaði Steven Seagal Eða kallaði Steven Já, svona, þú ert að vinna með gamlar hitjur Þetta er bara sem ég datt í hug sko Hvort segir þú það? Ég ætla að segja að ég Wesley Já, Wesley Snipes Steven, Wesley Mási, ég ætla bara að kalla það Wesley Steven? Nei, er ekki meira Wesley Ertu ekki meira Wesley? Jó Þú verður að svara sér sjálf Ég fór að hugsa hvort ég var í jafnvel DMX Nei Þá er ég Wesley 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 Snipes Þá er það næsta spurning Ef þú mættir ráða, já þarna annar eitthvað fær stig því að sá sem verður nær svarinu fær stig Okay. Ef þú mættir ráða hversu hávaxin þú ert Já Hvað myndur þú setja á því í sentimetrum? Hver væri drauma að tala þinn? Ég er 1,78 Já, maður vilt væntalega bæta eitthvað aðeins á það Og mér líður samt ágætlega sem 1,78 Já, Af því að það er svo þægilegt sko eins og í bíl eða flugvél Ég er aldrei í neinu vesenni sko Erum við ekki meðalhæð? Ég er 1,79, er þetta ekki Ég held við séum í dag Við vorum Erum kannski við einu undir? sinni Kannski aðeins undir í dag Mér finnst það eins og úlingar séu þau öll svo hávaxin sko Þannig ég er basically lítill og sköllóttur Já, þú ert það sko Það er ekki En jú, þú bara berða vel Já, já Ég myndi ekki vilja bæta miklu við Ok Ég myndi ekki vilja, þú veist Þannig myndir ekki vilja vera 1,95 Nei, ég held að sé ekki, þú veist Sko, það myndi ekki henda mér Hávaxni menn fá meiri virðingu Ég var Meiri tekið eftir virðingu? því. Já, Já einhvern Ég veginn lappin í herbyggi þarf svo sem ekkert mikla virðingu sko Nei, nei, Herru, en ég væri til að vera 1,85 185 cm Þannig Var er drauma að tala þín? ég myndi smyrja á mig 7 cm Já
Já, eitthvað svona og þá held ég að það sé alveg svona hæð sem ekki vesen eins og að vera í flugvél eða rútu eða Spæða, það eru örugglega nokkrir núna sem eru 1.85 að hlusta og eru að fatta hvað eru með góða tölu. Já, þeir eru allavega með töluna sem juniorin myndi vilja vera með. Já, þá er það næsta. Ég hef einhvern veginn spurt ykkur að svona eldri í þessari keppni. Ef þú mætti dett í það með hvaða Íslending sem hver þessur valinu? Já, Bara fara á alvöru fyllir í. sko ég fór að hugsa strax maður fer alltaf inn að hugsa fólk sem hætt að drekka. Já, þú mátt ekki fella neitt, Þú veist, eins og til dæmis bara Bubbi. Já, Þú veist, það er verið gaman að djamma með Bubba. ég held að það verið grjótart. Það hefur verið rosalegt. Já, Svo hann var fór samt ég meir í hassinu, sagðan sko. Ég held að það sé ekkert voða gaman að sitja og reykja hass með einhverjum. svæla eina með Bubba. Kallast þetta svæla? Nei, ég bara, ég veit ekki, já, þú veist, jú, þú svælir síkó og, eða ekki? Ég hef aldrei heyrt þetta. Já, bara kveikirnir elló, Já, bara, þú en veist. byrju hvað, hass ekki í réttum? Nei. Ég myndi, það er fullt af fólki sem var nú gaman að tjúta með, sko. Það er ekki það, en ég ætla að segja Bjartmar Guðlaugs. Bjartmar. Ég Hann ætti að ná stíi þarna. hef ekki, átt Ég heiðurinn hugsa. að... En byrju Ég fékk áfram mér ekki tjama með honu, þú er oft. Já, Við erum að Þekki þeirra hann. góðu vinnir. Já, ég fengi mig ginn og tólk með hann minns ég. Já, fór það ekki lengra. Nei, það fór ekkert lengra. Og hann, ég á svona, ég þarf einhvern tíma bara... Ég á eftir að fara heim til hans, ég er alltaf í hitt hann, ég er alltaf á leiðinni heim til hans, sko. Vildi hann lítinn ís? Gin og tóniki? Sagði hann ekki mikið ís? hann er ekki mikið fyrir ykkur að klaka. Nei, hann er nefnilega ekkert, ég held að hann sé nefnilega ekkert mikið fyrir drikki. Nei, Hann ok. er ekki, hann ennir ekkert að vera drekki, hvað. En ég á eftir að fara heim til hans, einn Já. daginn, og ég ætla að taka sveppa með, og við erum svo miklu Bjartmarsmenn, og þá mæti ég nú kannski með eitthvað með mér. Já, gefur ofni glas, kannski. Já, já. Það er þá að síðasta, talandi að fá sér í glas. Hversu blautur ertu á skalan með 1 upp í 10? Alveg hreinskilinn. Já. Ég myndi segja að vera 6. 6. Já, er það ekki? Hef ég spurt það þess áður? Ég veit það ekki, en þú veist, það er alltaf mismunandi svör. Þú veist, það er Ég man það eðlilegt, ekki. en nei, þú veist, Þú vilt ekki meira að setja meira en 6? nei, ég meina, við erum ekki að djamma Nei, í dag. reyndar. Þú veist, ekki nema við förum kannski bara saman í pílu og heim. Þú veist, við erum ekki djammarar, ekki í dag, en við erum sötrar, Já. miklir. En það er, þú veist, þó situr einn heima og drekkir fyrir aftan gardinu þá ertu blautur, sko. Já, en ég er Þú veist aldrei að einn heima baku gardin og drekk. Nei, ég var ekki að segja það. Nei, en þú veist, opna rauða, fá sér í glas, Já. opna bjór, jó, ég gerir það Þú mikið. sullar svolítið heima þér. Já, ekki svo. Já, svo stundum tekið við líka bara marga dagar sem ég opna ekki neina rauða, sko. Ég ætla að segja, ég Fastur á er 6? annarkot 6 eða 7, sko. Já, ok, þú voru að velja. Já, við höfum þetta bara 7. Já, ég held að það sé hreins svona. Er það ekki? Ég veit alveg að ég ætla að fara að segja 9 eða 10, sko, allt þetta, en ég er 7. Nei, 9 eða 10 er helviti hart, sko. Já, það er helviti hart, sko. Ég held ég þekki engan sem er, jó, ég vil ekki nefna neinar. Herru, hoppaðu aðeins fram og fáðu eiginleika inn. Það var fínt í dag. Já, það ekki. Það var ekkert eitthvað svona óþægilegt eitthvað viðbjöður. Hækkum aðeins í okkar besta fólki. Ég ætla á leiðin. Hæ. Kemur Egill og já, þú það eru konir óvænti gestir í stúdíu. Herðu, til þér Egill. Herðu, hvað Steindi sagði? Þetta var mjög þægilegt í dag. Hann var ánægður með þetta. Ertu ready? Já, er það ekki? Já. Ég minnst þetta eins og ég sagt áður, ég er svo bílur plata hérna. Hann stressa mig upp þessi liður, en Já. ég ætla að minna hann. En Þetta mástu daginn, þá ætla ég að fara heim og beitt upp í sófa. Já. Bara í joggiböksunar og Endaði bara- hafa kósi. Djamminum okkur. En ég var það peppar því ég var victorious. Já. Ég endaði reiður Kannski með eitthvað fylgum. Kannski þetta eru aftur í Já, sjáum til. Ertu tilbúin? Já. Ef þú yrðir að breyta nafninu þínu í höfuð á einhverju erlendu selebi, hvert er þið nafnið þitt? Þetta er fárlega góð spurning hjá þig Blonde Ale. Já, takk fyrir það. Fekk hann að senda það á Insta. Svona að það fljúa nokkur hausar áttina mér. Eins og hérna Tom Cruise, The Rock, Hann heitir ekki The Rock. Sly Stallone, Sly, já. Matthew McConaughey. Þetta er svona nöfn sem komið fljúandi til og sagði þetta. Ég held- Það er vel eitt. Já, sko, sem dæmi, þá held ég að ekki faraði vel að heita Matthew McConaughey því þú kannt ekki að skrifa það. Þú vorst að kunna skrifa nafnið þitt. Ég kann það víst. Kannt að skrifa McConaughey? Ég skal hendur upp. Já. Viltu setna nafnið það fyrra? Það geta allir stafa Matthew. M-C-C-O-N. Hvað er að lesa? Ég er ekki að lesa það. A-U-G-H-E-U-S-L-O. Ok. Ég skrifaði það oft sko. Að ég kann að skrifa það. Þú ert huge fan. En sko, já, þetta er langt nafn sko. Sko,
Steindi mjög líklega að segja Matthew McConaughey. En þú eru á hreinskilin. Ég veit það. En ég þarf líka hann að vinna, sko. Já. Og það minnst Tom Cruise eiginlega flottar nafn. Það rosalegt nafn. Og það Matthew McConaughey alveg, veist, Tom Cruise. Tom Cruise. Já. Ég myndi aldrei kalla það samt bara svo Af hverju? Þú myndi breyta Fólk oft kalla hann það. Nei, það er ekki að kalla Jú. það. Ef þú myndi breyta nafninu Tom Cruise, ég myndi aldrei vera eitthvað, herri Tom Cruise, kemur á eftir. Því ég er erlendis á Bandaríkjunum út af því að því meður var ég skýrður nafni sem virkar bara á Íslandi og einhverjum landi get ekki sagt Egill. Hvað segir það? Bara what? Tom, segi ég. Það segir þetta Tom? Ef ég er að panta kaffi eða burger eða eitthvað, sem kemur Tom, þú veist, ég fæ ekki Egil, skilur þú? Það er Tom. Já. Þannig ég er Tom Cruise, þess að nafni mitt ég er erlendis, sko. En okkur kallar ekki bara Eagle? Af því að næstu Eagle Einarson. Svo Örn. Já. Já. Herðu, Tom Cruise var fyrir valinu. Takk. Næsta spurning. Þú mættir ráða, já, annar ykkar er örugum með stig hérna því að sá sem verður nær vinnur. Þú mættir ráða hversu hávaxinn þú ert, hver er þið talan? Þú mættir taka af eða bæta á, hvað ert í dag? Í svona 1.84, 1.83, þetta er svona hvernig ég séf. Ok. Myndur þú bæta ofan á þetta? Myndur þú taka af þessu? Ég held að 1.88 sé eitthvað einn svona bara fínt. Já. Út af því að Þannig þú vilt setja það 5 cm? Þú nennir ekki að vera 2 metrar, það er vesen. Vesen er á föt. Já, flug og svona. Já, vesen með, þú veist, hérna, sæti, flugvél, bakmeðsl, þessi leiðin sem fylgir að vera allt og hávaxinn. Þannig að sko, ég held að 1.88, hvernig 3-4, max 5 sé með viðbót. Ok. Þannig að 1.88. 188 cm. Hann vil líklega giska á það helvítið. Okkur heldur það? Ég veit það ekki. Þá er næsta. Þú mætti detti í það með hvaða Íslendinga sem er. Hver er þetta fyrir valinu? Sko Við höfum rætt þetta fyrir einhver mánu síðan en þetta er aldrei verið í þessari keppni. Við höfum rætt þetta miljónsinnum, sko. Já. En sko, nú er ég að hugsa tónlistamenn, athletes, entrepreneurs, hvaða mestar var gaman að hella í sig með. Það er líka mikið að skemmtilegu liði til, sko. Já, vantar ekki. Endalaust. Á Íslandi. Þannig að já, það sem poppaði mjög fljótt upp var í Bjöggitór, sko. Við getum spjallað með bodybuilding og kreatín. Allt kvöld. Vá, gaman. Sýnt og spjallum kreatín. Sér líka góðu vinnur okkar, Mushroom. Já, ég meina, þú hefur átt jamma með. Já, Ég er að tala um eitthvað sem þú hefur ekkert jamma Það með. er rosalega gaman að fullur með Mushroom, sko. Já, en ég er að tala um eitthvað sem þú hefur ekkert jamma með. Þá segir Bjöggitór. Bjöggitór. Ég held að hann nái því. Ég veit það, hann getur það, sko. Hann er að fara að reykja mig í dag, held ég. Það er það sem ég hati, ég veit ég er að tapa þessu. Er það hættu þessu? Hversu blautur þetta á skalanum með 1-10? Ég var einhvern veginn að hafa að rifja stöð fyrir mig, ég hef spurt það þessu áður, en ég er ekki viss um það. Nei, það er bara kemur ljós. Já. Hversu blautur er ég? 1-10. Galanum til 10. Þú ert alveg blautur. Já, samt. Þú fer alltaf svo klokkan 10. Já, sko, þetta er svona, það fer eftir á hvaða Ég er að tala bara location ég er í, sko. Ég er bara heilt, ég meina ef þú ert ellendis þá ertu 10. Já, það er sem ég segja. Já, það er bara tenegilsi Já. og keiri 10 með það, sko. Þú veist, það vita það allir sem er að fylgja með á Instagram, sko. Þá er ég komin í gýrin og sett corner theme því ég fæ að beer og allt það, sko. Þannig, en sko, í Íslandi er ég svona stemningsmaður frekar, ég fer ekki að helli mig með ykkur, ég get einn heim eitthvað reyður að drekka bjór, sko. Ég er ennþá með jólabjór, sko, sem rann út 2020 heima, sko. En ég lélið fyllibita þannig en ég er stemningsmaður. Ég setja svona, ef ég ætla að vera sangjart, ef ég tek tenegilsa inn í íslenska gilsa, 7. 7. Herru, geggjað, hann má Steindu koma inn. Hann líklega að segja 7. Ég held að segja, ég finn voðalegt í svarti. Já, ég held bara ég tap í þetta. Nei, hættur. Hvor kemur hann ekki inn? Hérna, þetta er Steindu inn. Herru, sko ég er eiginlega pínu forvitin. Hvernig leggst þetta í því, Steindi? Hvernig þetta fer hérna í dag? Mér fannst, þetta leggst bara ágætlega í mig, sko. Já. Þetta voru fínar. Það ljúa mikið á hana. Nei, ekki neitt. Það er bannað að ljúga. Það er bara Ég veit það, svona glott á honum. Nei, ég held ekki. En er ekki saman að það voru fínar spurningar? Jú, Það var mjög ekkert fínar, óþægilegt. sko. Já, ég veit ekki að það er eitthvað svona stressað fyrir þessu alltaf. Nei, já, það er að því að þú ert alltaf með eitthvað Það var ekki mikið penis í dag. Já, eitthvað svona Það penis. er líka bara eitthvað sem megum minka hérna í þættinu Já, fyrst mér. mér finnst Sammála það. því. Já, hættu því. Hvað? Já, þetta er bara þú, sko. Ég sagði Þetta er sammála svona því, sko. 90% þú. Nei, það. Ekki. Fyrsta spurning var ef þú yrðir að breyta nafninu í höfuð á erlendu selebi, hvað heldur þú Egill að Steindi hafi sagt? Hvaða nafn tæki hann upp? Sko ég ætla Því ég hugsa Steindi og erlenda Hollywoodleikara og pop-up menn eins og þú veist Chris Farley, John Candy. Hann er geggjaður, Hann Chris Farley. er alveg eins og Michael Cera. Ég var mjög líkur Michael Cera því ég var Já. grenri og yngri. Það er til sláandi líka myndir á okkur. Sko,
Þú líkur Chris Farley og John Candy og þessum leikurinn sko, en ég er ekki vissum að þú hefði sagt þá sko. Mér finnst það bara ekkert líku þeim Mér finnst það geggjaður Kurt Russell. Hann er Gott geggjaður. svar, það er flott nafn Nei, Wesley Snipes Hvað sagði ég það bara þetta? Var annarkvort eða Nicolas Cage? Annarkvort, já, Nicolas Cage, Nick væri rosalegt Gleymdir hún En þú veist þetta var sko nafnið Já, Hún já, velja nöfn ég veit það, flott nöfn. Hvað heldur þú að eiginlega Kurt Russell ekki fått nafn það? Jú, Jó, það er þetta geggina jú, af því að þú varst að tala svo mikið um útlit Nei, ég bara veist að Chris Farley gegn nafn líka og John Candy. Candy er Namni þetta rosalegt Já, Candy. John Candy er Rest in rosalega Hey peace, Candy. Ég ætla að segja að hann hafi sagt að því ég er í góðskapi Ég nenni ekki að koma með cheap shots á hann Nei. Ég ætla að segja að hann hafi sagt The Rock Hann var að hugsa það, en hann sagði Tom Cruise Ég lasi 4 sko, ég haf með 4 nöfn. Það er gott svarað. Þetta er eiginlega, ég ætla ekki að gefa þér 1 punkt en það var vel gert það. Já. Ef Ég að- væri til að vera að kalla það The Rock sko. Já, The Rock ekki ekki hann Ef að Egil mætti ráða hvað svo hávegsan hann er og þarna nú fær annar eitthvað potið punkt það er engin með punkt 1, veistu Já, Þetta er Hvað myndi Egil vilja vera hár? ég myndi segja 1.90 Ok, hann sagði 1.88 hann að muna 2 cm Já, Þú þarfst að vera nær til þess að fá stíð hérna Egil Já, þetta er stendir 100% að fara að fá punkt þetta var helviti Muna gott 2 cm, það er Já, gott sko það er eiginlega með þetta bara upp á 10 sko. Já, Hvað myndi Steindi vilja vera hár? Hann er Sko. í dag 1.78 Já, málið er hann myndi aldrei setja lærin hann niður þegar hann er búin að segja söguna þegar hann var í Bauhaus og gæði fekk ekki afgræslu í hann segja þú sögum miljón Ég sá það með berumögum og það var óþægilegt hann er aldrei fara að segja hann er aldrei fara að segja 1.60 eða eitthvað hann sko. Hann er vildi að svo segja mikið hærra láta taka eftir sér og það bara hann var ignoraður Það er leiðilegt að segja frá þessu Það er ekki gott Þetta var að gerðist Já. En síðan ég velta fyrir mig með Steinda hann svona nennir hann að vera eitthvað average væri hann, ég held að segja svona er hann ekki að fara að segja þú veist 2.10 eða 2.15 vill hann ekki vera bara alveg risastór eða svona er í dag er ekki svona vill hann ekki bara beigja sig undir hurðina það lappar út ekki svona það er ekki svolítið einhvern veginn Ég get ekki sagt neitt ég held að segja ekki bara að segja eitthvað 1.90 2.10 Hann sagði 1.85 Bætt þessi 7 þannig að sko 2.10 Hvað er rugg ég held bara að myndi vilja vera 2.10 2.10? Það er ógeðslega hátt. 2.10 Er þið ekki bara hæðsti núlefandi Íslandingur? Sko Hvað Pétur er- Guðmundsson var 2.18 Ég held að Raggi Nat sé stæðstur Hvað ætla hann sé? Hann er 2.5 eða eitthvað Hann er kannski Hvað það er? 1.85? Ertu ekki 1.85 í dag? Hann er 78 Ég vil ekki vera mikið herri sko Nei. Mér finnst þetta mjög þægilegt sko Steindið út komin yfir 1-0 Ég vissi að myndi vinna Næsta þetta í dag. spurning Já. Ef að Egil mætti dætt í það með hvaða Íslanding sem er hver eru fyrir valinu? Hvaða Íslanding sem er? Já Þú getur komið mér í 2-0 og hvað er Þú langt var enga vísbendingur frá mér núna, Steinsdór Já, Ég þarf punkt núna já, hvaða, já, það er ykkur Sko ef að Steindi fæði punkt og ekki þú þá er þetta döitt Já, Já, hann var ekki punkt þú veist Þetta er alveg erfitt Já, ég þarf svar Þetta er challenge Það blöð segja ég þarf svar I'm gonna need an Þá er answer hann að regu eftir Já, ég er að reyka eftir hún Já Ég ætla að segja að það hef farið í einhvern pólitíkus Hvaða? Þetta horf í andlita Hægt að horfa á og svara Hann er að lesa Já. með svo Bjarni Hann er að lesa með svo opna bók Bjarni Beini Rangt, hann sagði Björki Tór Já Þannig að það var ekki stig Egil Veistlega heldur sem er BB King Já, mér var bara, mér er svo líklegt að það hef farið í einhvern pólitíkus Ég veit ekki ég eftir er gaman að því líka Já, já Hvern valdi Steindi? Sko, Þú eru jafna nú hérna þarf ég Þetta er rosalega Já. punktur á hann eftir Sko ég er að hugsa með Steinda Hann er svona nettur gamli skóli Ég er að hugsa að hann er að fara að nefna Helga Bjöss eða Björn Jörund eða Bjartmar Guðlöks eða eitthvað svona þannig típa sem hann veit bara hell í sinni. Hann er ekki að fara að segja einhvern ungan rappara eða eitthvað. Ég er nú einhvern tíma dottið með Helga Aha, Er það ekki? Ok, Jú, það þetta hann er að fylla í með honum, stróka í hann af listanum Bjartmar Guðlöks. Það er rétt! Ansko Það er 1-1 Egil staðinu upp Það er Shit, hvað það er mikilvægt. Já, þetta var mjög mikilvægt Það er síðasta Það er úrslita spurning Já, úrslita Þá ætlum ég að byrja á þér Egil Já. Hversu blautur telur Steindi sig vera á skalan með 1-10? Ok. Þú þarf að lesa rétt í þetta. Sko máli, Steindi er þetta, vita allir Íslandingarnir er mjög blautur. Allir Íslandingar vita að Steindi er blautur. Ég meina hann á lagið Jam í kvöld Já, og sér kemur N. En hann er stemningsmaður, sko.
Þú veist, hann ekki einn fullur og reyður okkur hann setur ekki á bekknir í bæ á mánudegi Nei, þá áttu við alveg vandamál að stríða En þú veist, en hann geti fengið sér glasinni í Destiny 2 við Manswes á þriðjudegi, skilur Þannig svona stemni Þannig að ég held að sé, sko, hann er ekki 10, hann er ekki 5 Hann er 7 Það er rétt! Herðu, Egill með 2 stig í röð Við líka sviptingar Ég veit ekki að þú maður peppast upp í þessu leik Þetta skiptir engu máli Ég skiptir engu máli Þú veist að hann fór út með okkur síðustu helgi Því að hann vann, ég veit það Steindi, þú getur bara jafnað Ég get Fá okkur í kvöld félagarnir Sko, Ég málið held að það þú myndir alltaf vita Björk í tóra Ég veit átti að vita það Ég er með hita stráður Ég hita það fyrir að kenna veikindum Ég er á Dayquil, ég er með 38,5 Ég er veikur Ég er hérna því með langa Ok, þetta er lífið Hann er Ég er með influencer hita Ástæðan fyrir hann að tapa þekkið ekki Kæru hlustendur þar að því að Steindi með hita Nei, ég er konfeittur og ég er á Dayquil Ég er að fara úr mig Ég er bara mjög lasin og Matthildur litla og allir lasin heima Hann er bara mjög las En það er, Við erum með samféls í kvöld 4.000 mann sem átti að gera veiku það Nei, ég er aldrei veik Ég er alltaf veikur Nei, ég er alltaf veikur í svona 4 tíma Max Það eru nokkrir búin að spyrja hvort við tökum nýja lagi á samféls á sjálfsögtöku Hefur rosalegt. ekkert að hringt í mig Ég er bara með hitta og ég er veikur Svo ringjur daginn eftir og ég er ennþá veikur og með hitta Nei, en sko af því að þú sagði við um daginn hérna og við ljúum ekki að hlustendum Þú sagði að þú væri aldrei veikur Aldrei. Ég sagði það er rosa oft sem ég ringið og segist þér að slappur Já, en ég er ekki veikur En þú var rassamæla í dag? Nei, Þetta ertu með 38,5 Þú sér mig ekki Það mældi sig ekki Þetta rassamælin er það sem er Já, með áræðilega, sko morgun, ég er með svona 39,7 Hvernig mælinn notaður? Eyrnamæli bara Já, þú veist, þú verður að vera rassamælin og við fóta alveg på 10 Ég þarf ekki að vita þetta upp á 10 Ég ætlaði bara rétt að tjekka En já, eins og ég segi, þá bara Ég smá bara svona eins og Wolverine Ég fæ bara kemur smá yfir mig og svo fer það strax Bara hýlast Þá væri þetta rosalega sterkur punktur fyrir þig ef þú jafnar veikur Já Hvað sagði Egill? Hversu blautur vill hann meina hann sé á skalanum 1 upp í 10? Þetta er annarkvort 5 eða 6 hjá honum Og að því að ég veit, sko, Egill södrar En hann er ekki eitthvað, hann finnst nefn að sofa Hann er ekki að kveikja á Destiny eins og hún sagði og fæ sig kannski að Döðlang, sko Ég held hann að vera að hugsa 5 En hent í 6 Ég ætla að segja 6 Hann sagði 7 Sigurinn Egill vinnur þetta ára vikuna í röð Þannig að hann virðist þekkja Steinda betur heldur en Steindi þekkir hann Ég held að þetta tapa þetta Já, þú varst mjög svartýtt en við skuldum auglýsingar fyrir löngu Egill til hamingjum sigurinn Takk hérlega Þetta er FM 957 með ykkur hér á FM 957 og við erum konni í klefan góður en það er ekki ég og Steindi það er ég og Egill Steindi komst ekki Hann var málið hann þetta stakk okkur af Já, hann þurfti að fara í tökur En við erum bara tveir, þetta er ekki gamla kósi stemningin Í skaftafliðinni voru bara 2 hérna félagarnir Já, fyrstu 2 árið, það voru alltaf bara 2 á föstudum Það var heldur næst sko Já, og okkur tókst að bjarga okkur þá þannig að hljóttum að geta það núna En sko, við erum að fara að ringja í Beisvandir Jónas Já, hvort þá ég kalla Jónas eða Beisvandir Sko það er bara Jónas Hann hefur sagt mér sko, hann heitir þetta Jónas Altberg Vinir hans kalla hann Basie B En sumir kalla Beisvandir Þetta er 3 nöfn sem við róturum hann Basie B? Já, það er eitthvað, Basie B Eitthvað viðnefni En hérna, málið er að Það er ekki að við getum hreyja því Hvort það sé ekki klár bara fyrir höllina Og verðu að live and kicking Þegar það er 2 vikur í höllina Og veist, allt upp á 10 Við veitum ekkert hvað hann er í heiminum En fengur númer hann sendt og áttum að ringja hann þessum tíma Hann lítur að númer sendt, ég með hann á WhatsApp Ég er bara Það var númeri sendt Það sendur mér það og get ég ringt í hann Ég er eitthvað, sko, ég var að hendur mér hraðaspurningar Aðeins að kynna skallar Ok, já, númerið komin eða komið á allir að bjalla á hann maður sjá Well, hello Jonas Hey, Muscle Boy Muscle Boy is here beside me Nice to hear from you again, best friend Because you all sound the same to me Yeah, that's Iceland for you Is this live? No, this is not live. So we were gonna talk to you a little bit. Oh, it's not live? No. So you can say. So that means that I can say, "Hey, motherfucker." Yes. Yes, you can. You can always say that, even if we are live in our show. Tell Muscle Boy to check his WhatsApp. Yeah. Whoa, a message. Basie B. Yeah, I'm a happy boy right now. Yeah. Okay. Where are you now? I'm in Cove Beach in Dubai. Oh, nice.
Who's with you in Dubai? My best friend and my new girlfriend. Oh, nice. Because Muscle Yeah, Boy, no, she's really nice. yeah, Muscle Boy, he is always telling us here in Iceland that he is your best friend. Is the muscle boy touching himself now, or is he okay? No, he's just here in his seat. No, I've been telling Icelanders that we are best friends, and now you're telling that you are with your best friend in Dubai, though it's pretty awkward. Yeah, but... I know, but my best Dubai friend. Yeah, okay. Yeah. Because nothing compares to Muscle Boy in Iceland. He has a special part in my heart. So Muscle Boy has not been lying to the Icelandic. Part in my heart, yeah. So Muscle Boy, he hasn't been lying to the Icelandic public. Hey, you guys are best friends. We are just... Okay, hi everybody, hi Iceland. I'm Base Hunter. I'll be coming next month at some point, and I'm very drunk and happy. I'm naked and I'm thinking about Muscle Boy, and I want to swim in your volcano. Yeah, and I. Of course, we can do that. So, Jonas, everybody in Iceland is super excited to have you to the party. Are you excited? Everyone in Iceland. Yeah, everyone. Everyone. Every single one. Yeah, it's not a lot of people, but everyone is. You mean 320,000 people living on a volcano is excited for me? Yes, that's what I'm saying. Oh, fantastic. Then, then in that case, I'm very happy. I'm very excited. So I was gonna just before we let you go, I was gonna do something that I do with. No, don't let me go. No, this is we're gonna do this for a long time. Here. So there's one thing that every time we get people on our show, we do something to get to know them a little better. So it's called speed questions. So speed questions. Yeah. So I will ask you a couple of questions now, and you have to say the first thing that comes to your mind. All right. Okay. Are you ready? All right. The first thing that comes to mind. Go. Okay. Favorite food? Pizza. Best movie of all time? Independence Day. What's your favorite team in the English Premier League? Tottenham. What turns you on? My girlfriend's ass. What do you drink when you're partying? Alcohol. What song would you sing in a karaoke? What's it called? Country Roads. Country Road. What is your favorite song with Base Hunter? I haven't made it yet. Oh, okay. So now the Icelandic people know a little bit more about you. It's a pleasure, I guess. And we will see each other in 2 weeks. Yeah, in 2 weeks. What time do the clubs in Iceland close? 4 in the morning. Very late. No, like 2, right? No, 4. No, 4. 4 in the morning. 4. Yeah. Okay. When I play, it's at 5. No, but we are now in the national hall where they play the national handball game. So we are in a 5,000 people venue now. It's bigger now. Okay. Well, I'm currently in a pool in Dubai. Yeah. And I got Harry fucking shaking his hands. Hey, okay. I just want to say a little thing to all the people of Iceland. I can't wait to see you. I'm Base Hunter, and I'm very drunk, and I will be very drunk, and I'm going to give you the best show you've ever seen in your entire life. Thank you. That's all we needed to hear. Thanks. Big love to Dubai. See you in May. FM 95 Blu í samstarfi við Slippfélagið og Loop Jalapeno Lime. Hárið þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og já, eins og heyrðir Stendur, þú mistir að viðtalinu, fyrst ekki að taka viðtal við Base Hunter eða Jónas? Heyrði það núna og það var frábært. Hann var í gír. Sko ég peppaðist við að heyra þetta. Já, hann sagðist alltaf að gefa bara besta sjó sem hann hefur gert. Já, það er bara þannig. Hann sagðist vera drunk now, Hann and I will be drunk then. er með skemmtilegur og er með skemmtileg sjó. Ég hef aldrei séð hann spila. Þetta verður sturla stemminga, það er hins vegar talandi sturladryggir, þá ætla ég ekki að leyfa ykkur að hoppa yfir sturla staðrindir 7. vikun í röð. Insane fact. Já, það hafa ekki verið í 6 vikur. Insane fact. Já. Ok. Það er bara þannig að ég ætla að fara í það núna og það er eitt af þessu er kjaftaði. Þannig þið þurfa að reyna að spotta það og hlustendur líka. Eru þið tilbúinir í fyrstu sturla staðrindir í marga vikur? Já. Ok, fyrsta er Úkraína
Úkraína, já. Þú kallar þetta alltaf Úkraníu. Ég sagði Úkraníu síðast. Já, skammaði fyrir það. Og, sem er næst stærsta land Evrópu er minna en Texas. Já. Það er rosalega. Það er sturlu Það er svakalegt. Já, Texas er fucking huge. það er stærra heldur en næst stærsta land. Hvernig ætlum við til Texas, félag? Ég verði því til, já. Já, það er ekki. Bara þú veist allar, sko, það er... Kúrekahatt og byssu. Já, og þú veist, LA er að færast yfir í Austin bara, sko. Já, það er allir að flýja vassleysið. Það vilja allir vera þar, sko. Meðal fjölskyldumæður eyðir 8 tímum á ævisinni að slappa af inn á klósetti til að losna frá börnu sínum. Hver 8 tímum á... Af ævisinni. Ekki meira en 8 klukkutíma. Mér finnst það voða lítið. Það? Ég meina, þú setur á klóstunum þess og ég meina, þú veist, og ég meina, þú veist, ég og félagi svo Rikki, hann setur á klóstunum í svona kortu 20 mínútur bara í eitt skipti, sko. Það er meina 8 tímar er bara svo ein vika. Nei, þá er ekki verið að tala um ef þú ert að gera eitthvað. Já, það er bara basically, segjum hún sétt búnað. Já, þetta er ekki að hægja. Nei, segjum hún sétt búnaði. Yes. Þá ertu bara inn á klósti lengur. Já, til að fá smá pappafrí. Setur bara á setunni, bara loku seta og bara frí. Yes, og þykist að hægja þér. Já. 8 klukkutímar yfir ævina. Mér finnst þetta, ég hefði alveg giskað á meira, sko. Já, er þetta eitthvað sem þið takkið sjálfis? Ég hef alveg gert þetta, sko, þú veist, ég hef ekki kannski alveg farið bara einhverja sérferðarninn á setuna. Nei. En maður er alveg kannski verið að tegja það. Já, þá varst að hægja það samt að ekki. Já, sama hvað ég... Þú varst lengur. Ég var lengur. Það hefði getið löngu bara að skeina og fara aftur út, en þú sast aðeins lengur. Það er allt annað. Ég held að þetta er líka við mömmundan, sko. Þú setur ekki gallaböksunum á lokari setu. Nei, það er svolítið annað. Það er svolítið skrítið. Ég held að þetta er líka við mömmundan. Þetta eru foreldrar. Já, það er bara rétt. Já, ég sagði meðal fjölskyldu. Já, bara fjölskyldumaður. Fólk í Ástralíu sleikir bakið á eitruðum froskum til þess að komast í vímu. Já. Þetta vissi ég, sko. Ég hef heyrt þetta áður. Þetta er rosalegt. Ég myndi ekki sleikja, það er... Nei, ég var að sleikja eitraðan frosk. Já, til að komast í... Það takkar ekki bara hvítur hraðlistina. Dýrt öruglega. Já, þetta er góð, froskarlega kosti ekki neitt, sko. En þetta er öruglega eitthvað svona... Það er ekki dýranýð bara. Þetta hlýtur að vera eitthvað svona sem kemst næsti að vera bara sýru eða eitthvað. Já, þetta er eitthvað sem ég ætla aldrei að prófa. Svo er næsta, 2% af heimilum flokkast undir sleepless... Já, 2% af heiminum. Þessi er mjög góð. 2% af heiminum flokkast undir sleepless elite og þurfa ekki nema 4 tíma svefn og í þessum 2% er meðal annars fyrir fórseti Bandaríkjanna Donald Trump. Og juniorinn? Þarstu, nei, þú segist þurfa slappur Það sefur aldrei. Þú segir 4. Það sefur ekki. Þú segist þurfa 5-6. Já, ég... Ertu að segja og sérst í þessum 2%? Kannski. Í gæli við þá, já. Hvernig veit maður að maður sé 2%? Er það lág að mæla þetta eitthvað? Já, það er bara, þú sefur 4 tíma alltaf og ert bara feskur. Ég er handónutur ef ég sef of lengi. Það er ekkert verið en ef ég sopna bara og sef í 10 tíma eða eitthvað. Já, þá vaknar maður bara þunnur. Þá er ég bara, já, þá fæ ég pest. Ég held að það er bara ekki alveg leið. Pest hjá mér bara sinni, ég var úlingur held ég. Ég svaf í 10 tíma. Kannski steindi á eins og 2%. Ég veit ekki, mögulega. En það er líka svo pirrandi að segjum og sérst á hótel eitthvað staðar, hlakka svo geðveitt til að sofa út, en alltaf þegar hún máta, þá getur það ekki. Þá vaknaði maður bara 7:30 og getur ekki svefn. Ég segi þetta í nýja læginu, það er ekki svefn. Já, það er ekki svefn. Ég segi þetta í nýja læginu. Fiskar voru fyrstir til að stunda kynlíf fyrir 385 miljón árum. Fiskar? Já, svo tegund er útdauð í dag og örfáur fiskar sem að stunda fiskur og fisk. Þegar núna er bara the later eggs og eitthvað svona kæft Fiskur og fisk? Fiskur á fisk? Það er ógeðslegasta setning sem ég... Fiskur á fisk? Já, ég veit ekki, sko, ég skrifaði þetta fyrir mörgum viðkom. Ég er verið komin og 3 bjóra eða eitthvað. Eru fiskar það sem eru fiskur og fisk? Já, örfáir. Það er rosalega. Það er alveg til. Ég hef ekki séð fisk á fisk. Nei, það er eitthvað kveikindi í sjónum sem eru fiskur og fisk. Já. Það er rosalega. Hvernig, veist þú hvernig fiskar fjölgast þér, Steindi? Ertu að tala um bara eggin eða ertu að tala um fiskur og fisk? Nei, ég er að tala um ekki fiskur og fisk. Veistu hvað gerist á? Hvernig fiskar verða, hvernig fjölgast þér? Ef það er ekki fiskur og fisk, þá myndi ég halda að þetta væri meira bara þú fara bara í einhverju gjótu og koma egg. Það veist, þetta er ekki flókið þá. Nei. En það er miklu flóknir spurning að spyrja hvernig fiskur og fiskur er, sko. Ég veit ekki hvernig það er. Annað fiskur er bara með penis vantarlega, það ekki? Jú, auðvitað. Er það? Nei, byrju, ég hef aldrei sé fisk með penis. Hvernig stunduðum samlíf annars? Ég hef aldrei sé bara þorsk synda og það hangir penis. Þetta var ekki á 350 miljónum árum síðan, sko. Já, þessi tegundur útdauð. Já, en samt þetta segjum að þetta hafi nú verið samt eins og bara sjóbirtingur eða ísa eða eitthvað. Þetta hefur bara verið looking fiskur. Já, það var fiskur. Já, fiskur. Þá hefur hann verið að synda og það hefur hangið niðri, þú veist. Hann hefur verið með eitthvað svona, eitthvað dindil á sér. Já.
þetta er sérstætt. spes Maður sér þetta ekki í dag. Getur verið manjur böðan, fiskur og fisk. Ég sko Ég er svona að veltaði fyrir Já, þú meinar Ég veit það ekki sko. En mér finnst mjög líklegt að þetta sé rosaskítur Hákallar eru eldri en risaðlur. Talið er að fyrsti hákallin hafi verið á sveimi fyrir 455 milljónum árum. Þá hefði þetta verið hákall og hákall Þetta er langt síðan sko. Nei, þetta er einhver fisktegund sem rútuð. Hættum að ræða fisk og fisk. Ég hef verið eldri en hintegundin En hákallar eru eldri heldur en risaðlur. Finnst þér þetta er merkilegt? Þetta er ekki fyndið, þetta er merkilegt. Þetta sé manjur. Þetta getur verið manjur Já, hvað allt sé mjög Já, eitthvað maður er alltaf var sig sko. Fólk sem fæðist á sumrin eru hávaksnari en þeir sem að fæðast á veturnar. Sturlu Stannis, sem er samt skrítið, ég er í júli. Ég er 13. maí. Já, mér er ekki hávaksin. 9. Blöð er sumatíminn. Hvernig að þú? Ég er Í desember, 9. Ég er ekki hávaksin Nei. Þetta getur En gæðin staðist í Bauhaus. Hann Hvernig hefur átti verið afmæli? fættur bara á aðfangadag Eða jafnvel á gamlásdag Það er svona öllu líkindum Ég veit að stendst allt. Já. Ég, sko, þú ert bara að tala svo oft um gaur í Bauhaus að mér döðlangur að hitta hann. Ef hann er að hlusta, þá endilega heyri ég. Já, endilega. Svo er það síðasta. Þú getur ekki pissað og kúka á sama tíma. Já. Ok Þú steindu miljónir sem fara á salinni og mýð og hægt sér sko. Hvað okkur sé alltaf stengdi? Þú er ekki gert það sjálfur. Ég myndi halda að vera mjög En hann er ekki skrítið gert það á sama tíma. Það er mjög skrítið að þú ætlar að fara í nummer 2 stóra gerð Já. Það er mjög skrítið að koma ekkert annað með Bara það Það kemur það annarkvært undan eftir. Já, ég segi það, en þú veist, ég held að hjá öllum komi eitthvað með Viltu meina að geti ekki droppað Geti Steinþór ekki droppað innum saur At the same time on a urinating Nei. En nú spyr ég þetta ekki. Þetta er eitthvað sem þú getur bara að fara inn á Já, þetta er heldur Hvað af þessu er Þetta kjaftaði? manjur Ég ætla að segja fiskur og fisk sem kæftaði í dag Ok, Hýr, hvað sem þú sé Það kjaftaði? hljómaði svolítið við, fiskur og fisk Ertu við sem að sé gæta það? Já, sko, ég meina fiskur og fisk Þetta hljómaði, sko Já, sko þú segir fiskur og fisk Þá er þetta öruglega annarkoð piss og hæja sér eða sleikja froska Það er ekki að sleikja froska Já, þetta ég hef heyrt það, ég hef heyrt það Já, við erum bara saman liðin Og þá segir það að þú getur hægtur og pissa at the same time Það er hárrétt. Það var lín. Pakka ég steinda saman enn Nei, við erum saman Haldið liðin vinnið þeirra saman í liði. Fiskur og fisk Erðu, tekur þú Amplified í höllinni? Tekið það, ég bjóð til droppið og ég vildi eiga stórt dropp fyrir höllina Tekum að þeim. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem fara þér FM 95 Blu. Fyrir ekki þetta, vinguna. En það er hárrétt, það er Egilshöll og Túborg sem færa ykkur FM 95 Blu. Og talandi Egilshöll, Keiluhöllina okkar, þá eru komnir inga tveir snillingar sem að kalla sig, já, er það ekki Tjörnes? Jú, meðal annars. En eru svona aðspyrja sviftið að bara vera Pétur og Hörður? Pétur og Hörður. Já, minka Tjörnesið. Já, minka það. Það er hættulegt Pétur og Hörður Er að fjalla Hvernig var nafni Tjörnes til? Sko, við ætlum nefnilega að sigra heiminn og búa til músík hérna 2017 Svo tóku bara giggin yfir eiginlega. Já, og svo bara vorum eitthvað, þú veist, við bara fundum eiginlega ekkert nafn. Nei. Bara, en amma mín sagði það Tjörnes, þannig að okkur fannst það eitthvað snið, þannig að það var aðeinslegt. Já, það var mjög gott. En þið, sko, ég fréttina blóm, ég langaði að fá okkur einn í þátti því að þið er að slá í gegn í Keilöldinu með pubquiz sem er svona tónlistartengt. Já, Já, svona pop. Við erum að, við erum svona fjölskylduvinir eins og þið í Keilöldinni. Erum svona, í stóru Keiluhallar fjölskyldunni og erum búin að vera hana, cirka 2 ári mánuði bara síðan ársbyrjun. Já, og geggjustemming. Já, Við langar að mæta. En sko, það sem ástæðan fyrir að mér langar svo að fá okkur því að mér langar að við þrýr hérna myndum spreyta okkur á þessum í svona minni það er keppni. Já, Ég ætla að blöfin þetta. heldur það? Já, sterkur við þessu Sko, þarf maður að vita nákvæmlega hvað lagið heitir það, þegar ég er svo leiluð með nöfn á lögum og Já, nei, sko ekki, sko við reynum að byggja quizinu upp þannig að það er ekki hægt að googla. Nefnilega fólk er náttúrulega alltaf með síma, þannig að þið getið ekki nýtt Google. Ég get ekki googlað. Nei, í rauninni ekki. Það er alveg skell. Og líka, ef við ekki hafa bara svona hraðaspurninga þema. Ok. Þannig að þú veist bara fyrstu til þess að geta, eða eigum við kannski frekar að punkti í háls? Nei. Við höfum þetta bara, Já, bara rétt upp hönd. rétt upp hönd. Rétt upp hönd. Ég til í þetta. Og já, Sko, Já, þú vannst á þann, þekkið ekki. Já, þannig að þú ég ert veit, ekki en ég er svolítið þessu stendi, sko, nöfn og lögum og textar og ég er út að skýta þessu, en ég held að blösa ég að vera pakkus, en gerum besta. Já, við reynum. Við erum ekki verið að spyrja um nefna lög. og við náttúrulega getum, Ok. sko, á vanalega á sjóum, þá erum við oftast með svona myndagátur og eitthvað vesen, Já. sem náttúrulega er erfitt fyrir útvarp. Erfitt hér. Þannig að við, Ert þú með trompet? nei, þetta er saxofón. Þetta er saxofón, já, ég sá þetta ekki eins og. Við þurfum aðeins að, kannski stilla soundið. Já. Þetta er að sex. Við erum með saxofón og gítar hérna inn í stúdíónu í fyrsta sinn. Já,
þetta er Vanda rosalega græður. meiri saxofón Já, í þetta er- líf okkar alltaf. Já, þú veist Þú svona, hérna, varstu mikill aðdáandi Lísu í Simpsons? Nei, get ekki sagt það En þú fíla Baker Street. Já, sex. Baker Street og þú skilur Careless Whisper og allt Já, þetta já, Þetta er já. bara ástæðan sko Ok, maður ef setur við veitum saxófón í lag. hvað lag þetta er Já, og nei, réttu upp hitt. hand. Já, það er ekki bara basic Bara geggjart Jú. En ég veit hvað lag þetta er og ég veit ekki hvað heitir eða hvað söng það. Já, Það leifur þeim bara stjórna keppni það er ekki svo mikla ágjör. Þetta að tala um að það ekki stjórna þér í þinni Nei, spurningi ég er bara að velta þessu fyrir Fá mig. ekki segðandi tóna Pétur Ok, þá byrjum við á Það hefur ekki að taka þemalög Já. Sjónvarstætti og fyrstu til þess að rétt upp hönd Ó, hvað sjónvarstáttur þetta er, ok Ég var á undan. Nei, ég ekki undan, ég er með dómarinn á það Það var mjög tæft. Þetta er hérna Þetta er One Tree Nei, þetta er ekki One Tree Hill heldur hitt hérna Við erum Hvað að heitir þáttur Farið með þig á Steinþór. Það er létt þema í dag út af Farið með hraðspilum þig á Steinþór. Nei, byrju, hann heitir hérna Ocean hérna Þátturinn heitir Ósi Já, það verður ekki að gefa hann Það var tímaverkjafsin Já, hann sagði Ocean Ég sagði bara Ocean Ocean, já Og ég fekk breinfart maður Vel gert Stónmenn. 1-0 fyrir Junior Ok, ok Þetta var, ég held að þetta ekki var punkt. Jú, jú, það er 1-0 Já, það var rosalegt. Já. Ára næsta Sjónvarstáttur áttur Já, Já, ok Þið er ekki að segja Ocean aftur, sko? Þegið Ég ætla að skjóta á Freysér Ég ætla að gefa Ef ekki að segja þetta sé á óvinastöðinni Óvinastöðinni, ok Rúf. Rúf eða síminn þá Enemies. Rúf Enemies Ok, þetta... Ég er tóm Þetta er kannski ekki markkópurinn Ég er bara Ég held þetta er auðvelt Já, ég Þetta er Hvað er Nei, þetta? þetta er Landin Landin Þetta er þannig að Gísli Einars Það er að skeina okkur að það, sko. Gísli Einars er topp maður Steint er ennþá in the lead núna. Herra, ok Gísli, þú ert að hlusta að byrst í afsökun á þér Sorry, Gísli. Já Þetta er hérna Kastljós. Nei Þetta á ég að vita Ég er í einhverju brainfreeze Ok, ég skal gefa hennar rísa vísbendingu Hann hefur verið stjórnandi í þessum þætti Já, þetta er Sóli Hólm Nei Þetta er BB King, vantarlega. Bingo Hvað, Þetta Chris? lítur að vera bara... Þetta er quiz Ég er með punkt. Nei, einu staðar Egil fær Státtur og BB King er Það quiz. er að pakka blöð Hörðu, saman blöðum 0 punta. Herri, og við skulum Sóli. Tökum eitt þáttu viðbót Og þessi er auðvöldur Ok, Blöð, you need a point. Já, ég verða að fá punkt í þetta, annars bilast ég En Við erum til eitthvað með skímó. Heilsubæli Þetta er Benny Hinn Já Þetta var líka heilsubæli Þetta var góður punktur Hver staðan í þessu? Hver staðan í þessu? Eitt Þetta er ekki eðla spennandi. Sko, heilsubæli nota þetta lag Ég hef hérna Nei, það er annað lag. Þetta er rosa svipað, margir segja þetta. Þetta var eitthvað sena í þáttunum Þetta var Þetta er uppáhaldsatriði. Já, jú, þetta er það líkt í manningisni Steindi, þú þarf ekki að tala inn í punkt. Nei, ég ætla ekki Skeist á Benny Hinn. Benny Hinn, Benny Hinn. Það var King Benny. Egil sagði eitthvað með, hvað sagði þau, með sálinni? Nei, Já, skímó. Skímó. Ég er mjög mikil skímómaður, sko. Já, við hlustum á lag og spyrjum svo Ok Ok. Bara stutt Já, Ok, ok Þið er ekki rétt um hönd, er ekki búin að spila spurningar Já, ég bara... Þetta var sjálfsögðu hvaða lag? Sódóma Já, rétt. Það er ekki stig Nei, það er ekkert stig fyrir það Sigur en- Kjartason leitaði að festringunni í myndinni. Byrju, má maður giska? Nei, við skulum núna Ef við ekki að henda þeim í einfaldan Já, bara svona basicið Hvað kemur sódóma oft fyrir læg? Tvísvar Herðu, ég rétt um hönd og undan
Nei, Hver var undan? Ég sá það ekki ég réttu pöntu Já, þetta var Steindi er playing hard. Ok, hann svindlaði. Já, ég elska það. Ég hef ekki vinna, hann svindlaði. Já, Við þurfum að benda á Þetta er svo mjög Ég er bara rétti Þetta er promo. En þú varst á eftir mér. Ef við þú ekki gefa eini viðbót Ég veit það Eini ekki. Við erum bara að renna út út á tíma hún er Klára svindlaði, sko. En samt var Já, það ég eitt bara- svar, sko. Hann svindlaði. Herru, þessi Er þetta ekki tengist bara búið? Já, ég er bara að skrifa Nei, 2-1, þessu tengt Ok Í hvað skóstærði Steppi Hilmars? Það er næsta Ég skal leifa blöð að taka þetta. Ég ætla að giska á Þetta eru 2 stík 42. Þá ætla ég að giska á 45. Og Egil 43. Allir með rámt 44. Hann er 44 You can't win them all. Hvernig er næsta Hörru, Steindi vann. Nei, hann Já, svindlaði. ég veit að mann er svindlaði. Herru, við erum á 5. daginn í næstu viku 15 næstu Þetta er entertaining shit. Þetta er bara svona, þú veist Valla helmingurinn, við erum með hérna, myndagátur og vesen og þið getur munið það þegar við stígum inn í Keiluhöllina þá er happy hour, þannig að ef þið sjáu okkur þá vitið að það sé happy hour sko. Ég kaup 1 bjór og fæ ég 2 þá Rétt svo. Ekki snittu svo snittu. Ég sá það í ál sko. Ég á 4 Snillingar, takk fyrir þetta og bara gangi ykkur vel með þetta. Ég segi bara allir í Keiluhöllina næsta Til hamingju, fimmtudag. sömuleiðis. Já, til hamingju, Steindi. Já, takk. Skjáli búinu Þetta eru Coldplay og Steindi inn að setja headphone-una á þig. Steindór, við erum ekki bara feedback hérna 10 ár 10 years með þessi headphone 10 years með headphone Erum við þaukum Kjörnes að kella fyrir Þetta var eðlilega gaman sko. Já, Steindi svindlaði en vann með svindli Ég sagði samt Sem er um leið og sko- réttu pendur að sagði því veistu ákveður við Steindi vissum þetta. Við erum með þessa spurningu, við erum með hana sjálfur í pökkvísi. Þess vegna sagði, má ég giska hvað er að fara að spyrja og þeir sögðu nei. Já, þess vegna Því ég vissu vissi þetta. eiginlega að vera að fara að Yes. spyrja að þessu sko. Ég er ekki sko 8 sinnum það En ég dröllaði hana Já, en nú er keppni sem þú getur ekki unnið eill en getur hins vegar drullað. Það er spurningakeppni í Okkur Gilstarans. getur ekki unnið King of making a hit Þú getur ekki unnið Ég það. get unnið Já, ég sagði nú er ég skal meina ekki spurningakeppni unnið sem að þú getur ekki unnið. Máli er að, eins og þú sagði ráðan Þú veist meina að Steindi sér líklegur Þannig að vera að gefa mikið á lögum Svo Jamie Kvöld og Já, Þú veist En hann á ekki gleyma því að blöðurinn er búin að búa til hits Já. Og ég held að þetta sé 50-50 bet Þannig ég er með margar spurningar Ég held að Ekkert margar. Ekki það var ómargar. Hefur þið á síðasta sólarring gefið út a hit? Já, við ætlum að segja það Gittari? Það ekki? Já, ekki? Vona það, það er erfitt að segja eftir eitt sólarhring. Já, það ekki? Jú. Aldrei toppað Menn sem búa til hits drekka champagne Drekkur þú champagne? Ég drekk það, en það er ekki first choice Ég Nei. drekk það bara ef það er í bóði Ég rétti þið champagne Já, Þú leggur það ekki frá þau Når þið er í Nei. redd Nei, en ég sækist ekki, ég kaup mér það ekki. Já, hins vegar nokkar ég fengi svo mikið af þessi ammæliskjöf. Hvernig geimist kampaðin? Geimist það ekki myndi? Bara, hvernig var við drepað að opna kampaðin fyrir félagana? Já, Tellinga á þessu heima já, þið eru velkomin heim til minni kampaðin. Kampavín, Sko. Já. Það er 2-2 þá. Þetta er mjög spennandi Hefur þú gert bíómynd sem er tilnefnd til Edduveluna sem besta kvikmynd? Já. Já, Báðis? báðir 3-3 Þetta er ekkert eðlilega spennandi Já, spennandi, þú vissi svörum við þessu öllu sko. Ég var ekki viss með það báðir eða ég veist að þú veist það kom leinilega tilnefnd í gær sem besta kvikmynd en ég Já, herru var besti leika, þetta er lukkum maður. Já, besti leikarinn Thank you. Þetta er rosalegt Ég var geggjað. undir treinu á tilendinga Já, pakkar þið ekki saman líka? Jú, framlegandi þetta rauninu velun fyrir Það það ekki? Besta myndin, já Ertu búin að búa til það marga hits að þú bauðst 50 manns á Rango with your hard-earned cash og setti gilsa í The Penguin Suite? Nei. Hérna get ég ekki fengist Já, þig sko. Já, samt Ef aldrei búið 50 manns á Rango Ég bauð fólki í ammælið mitt sem ég held upp í salnum en ég, Já. í svona 100. sinn hérna í þessum útastætti þá borgaði ég ekki gistinguna fyrir neina mannesku. Ok, en var að penguinin í herbygginu minni? Ef ég labba inn í Já. herbyggi Var mörgjast við hliðin á baðkarunum Var mörgjast við á sófanum Já, já. Var tappborð og sem við mörgjastum á Já, Daniel Ólafs var í sömu svítun dag. Sáu það? Já. Hann fór í Penguin Suite. Það er gauð sem er vel fyndin á Twitter. Það hlýtur að vera vinsast að svíta landsins Já, ég Það trúi er ekki. alltaf umtalast að svíta landsins, ekki staðfest Það að. er 4-3 fyrir blöð Ok. Wow, Það er alveg komið brekka lík. sko En Steindi, Já. you need a comeback man. En hann sagði samt nei hann Já, fær ég veit punktinn. Þetta svari var já Já, ok Þannig að En ef Hann þú ákveður Ef þú bara. ákveður bara stíðin Akkur segir ekki bara hver vann Hefur eins og að Hitman drefið hreindýr? Nei. Eru margir hitmans að drepa hindir Já, ég er bara Nei, Þekki það ekki? það er bara nei hjá okkur báðum
Það er 4-4. Ég held með þess Nei, þú gefur ekkert steind á Ok, stig hvernig enda þetta hreindur á vegnum þar? Svaraði Það hefur aldrei verið hrindir á vegnum hjá mér Ertu að tala um Fyrir ofan eiguna þegar ég fekk afhent Fyrir ofan eld og síðan svona löng hvít eigi og síðan er hreindur upp á vegg Þegar ég fekk afhent þá var ekkert upp á vegg Hvergi Það var búið að taka allt niður eins og fólk gerir þegar það flytur Þú veist að myndirna líka sem voru upp á vegg þegar það var auglýsa Já, úrslit það er sölu, ekki. þær eru ekki heldur að Fjölskyldumyndan eru upp á vegg Þetta er ekki mín fjölskylda Þetta er bara alveg Hann hefur fjölskylda aldrei bóðið okkur sko Nei. En veistu, þú myndir bjóða okkur í heimsókn þá sjáum við okkur sem hrendir þið ekki Ég held ég sé að vera hreinskilu við því ég segi Ég held ég hef ekki einu sinni séð hreindir Hvað þá skotir þig? Ég veit að sé það hlaupa Ok. þegar ég var að skemmta á Egilstöðum og sá ég hlaupa Þetta er mjög spennandi Það er 4-3 fyrir blöð Þú fær ekki punkt fyrir þetta Nei, Ertu bara búið til það marga hits að þú ert ekki steik og raut með bjöka tór? nei, það er ekki gert Ekki steindi heldur Nei, ekki steik og raut Hæ? Hvað varst að geta? Bjór og franskar eða ekki? Voru ekki með kaldan hérna? Og franskar? Jó, við fengum ykkur bjór Og franskar? Ég man ekkit hvað við fengum Við sýndist þú verið með franskar þegar þú sendið mér eitthvað mynd Franskar? Hittur Þú ert með fransku kall Ég er Hittur ekki, bjöka nei, tór ég er mjög líkt frönsku maður $2 bjór og franskar Ég veit nú ekki hversu marga dollar að bjóra Nei. kostaði Var þetta ekki pund, var þetta ekki í Bretlandi? Jú, þetta Ég var held ég pund. var að gefa þér punktan Nei, ég var aldrei í steik Franskar og bjór Herðu, næsta Já, ég er spurning. bara reyna Ok Hefur þú reynt við gellu? Ha? Þetta er king of making a hit Og þetta var Já, hit on a hitting on a girl. girl Þetta er spurning Hefur þú reynt við gellu? Alveg Já, báttið Það ekki Hvað myndu segja svona Var your signature move stund? Það veit ég ekki maður. Veistu allir með eitthvað move? Hvað er leiðilegt Það er alveg drepilegilegt Það er ekkert allir með eitthvað signature move Þetta er drep leiðilegt Hvað meinarðu? Hvað er drep leiðilegt við? Hann er í Spurningakenndi Hann er í kettunni hér Og hann, sko, hann er veikur til að byrja með Ég með hita sko Ég bara Og Hvernig ég er það hef búið? aldrei heilt neitt í að seinskili Og hún er finnst þetta leið Hann mennur ekki verið í þessari kettu Já, ég En þetta er samt alveg góð spurning Hvernig reyndi maður með stelpur? Já, það er margir með moves Já, ég meina ég hef alveg örgulega pottið hendi Jackson eða eitthvað En það var ekkert eitthvað framan stelpu Við maður kannski bara að vona Hendrik Jackson Ég þegar ég er í 10. bekk Og það er kannski ball Hvað meinarðu? Það er eitthvað andlit Michael Jackson á Íslandi Þetta er rosalega Það er his signature move Þess vegna ég vissi hvað hans move var Ég var að spyrja þig Hvað var þú move þitt? En þegar ég reyndi við Rakel, ég var ekki að dansa Jackson Ég reyndi að hugsa, maður bara að byrja að spjalla þig Þetta Nei, er ekki hún- satt hanskan upp og Já, Illaður aðeins og það. Hún sagði að það hefði kíkt í svona miðan á hálsmálinu og verið með eitthvað setningar eitthvað Já, hvað er Vel sko vandræðalegt. veikur Það er Eða þú ert veik Sko, það er 5-4 fyrir blöð Já, En sko þegar ég var nýbyrjaði með Rakel, ég gleyði mig aldrei Ég veit ekki hvort ég hafði sagt ykkur, það voru að labba í IKEA Og kom stelpa, við vorum búin að vera saman í svona mánu Við erum búin að vera vinir í 3 ár þar á undan Kom stelpa og spurði hvort það mætti að mynda sér með mér Hún hefur verið svona 12 ára eða eitthvað Og þegar við vorum búin að taka myndina og labbaði burtu Þá öskraði Rakel á eftir henni, hérna, aim higher girl Ég bara herðu, ég kærast þig sko. Hún bara já, ég settlaði Aim higher Herru, já, það er þetta rosa er ég búin að vinna þetta? Nei, 5-4 Er þetta ennþá? Ertu það mikið hit machine? Nei, byrju Nei, það mikið hit? Hefur þið fengið þar að hit? A hit? Já, þú veist það er svo hvítur hraðlistina eða eitthvað Nei, laus við það Við erum alveg lausið við hvítu Ekki fengið þar að hit Nei Áður að byrja að smíða hits Varstu horny í baðvörður? Herri, já, það er bara að koma auðlýsing Út af því að þið jafnað stendur þetta lappar hérna, einn úr sko. stúdíu Já, við 5-5 og efnar Það er bara nei En samt, Nei. þetta er eiginlega já Nei. Þú ert hreinskilinn, af því að núna, þú veist, ég er ekki með honum í liði Steindi, byrjar að vinna þarna. Þú ert mjög ungur, þú ert að vinna þarna Já. Hvað er maður þegar maður er ungur? Og þú Horny. varst baðvörður Já, Þannig að Magnaðist þetta er bara kærustu jættefli Já ég meni, ég skiptir einhver máli hvað ég segi Hann er búin að Þú varst starrand á penis allan daginn Jésus almáttur Þetta er Íslandsvinnurinn Justin Bieber Lægið Ghost Bieber Sheen. Ég er Team Bieber, drengir Já, Ég sjálfsögðu. Ég er bara svona maður sér hann á samfélagsmiðlum Ég er að followa hann á Instagram sem dæmi Já. Hann er bara illa svalur Það eru allir í Team Bieber Það er enginn nefnist Hann er bara búin að stundum allt niður á sig Það er allir samt í Team Bieber Það er allir til Já, bíber hann bara úlingur Hvernig er hann núna? Er hann á dælunni? Í Nei, róleikinu? hann lítur vel út kallinn og er á tónleikaferðalagi og Já, bara flott allt upp á 10 Glæslegt Það hefði verið skemmtilega að fá hann aðeins núna Já, höllina Já, heldur en þegar maður mætti þarna í Já, Kópavogi hann var ekki andlega góð stað þar Nei, það fór ekkert á milli mála Hann ætti ekki Söng að gigga einu sinni. Nei, hann ætti ekki einu svona tala Þá ertu orðin þreyttur á giggunum og hann er ekki að tala á milli laga maður. En það hætti hann í tungum Já, hann cancela hann Já
Og eru á betri stað bara. Já, flott. Og sko Bíb allsins besta. En sko, drengir, klukkan bara 6. Þetta er fljótt að líða, sólin skín. Það er föstudagur. Það eru sko eiginlega mánaðamót hjá fólki. Þegar 1. maí á sunnudaginn. Þannig að það verður eitthvað stuði í bænum í kvöld, held ég. Já, ég trúi ekki Já, flesti fengi útborgað í dag og fólk er að fara hell í sig. Það er sunshine, það er sól á þróttarmerkinu. Það er létti við sóla, það er sól á höllinni líka. En svaraði sóliðir eitthvað? Þú sendur hann í byrjun. En svaraði hann í alvörunni? Hann svaraði. Þegar þú sendir hérna. Já, hann sagði hann alveg eitthvað, það er nokkuð núna. Nei, en svaraði hann. Þannig að hann er rosalega, það er alveg helgi framöndan. Já, það er svolítið þannig. Hann hlýtur að vera fúll út í þig. Akkur? Ég bara trúi ekki öru. Fúll út í mig? Og fjölskyldur hans. Stórfjölskyldur. Stórfjölskyldur. En, sko, við erum með samfélagskvöld. Það verður Sturla. Hauka Emilum, hvernig er annars helgin? Hvernig er laugardagurinn hjá þér, Egill? Hvað gerast? Ég er nú eiginlega bara að hlaða batteríin fram á höllinni. Já. Snipes og ostapappara. Þannig að örgulega bara passið 57 í kvöld. Já. Ég er að horfa á hérna nýja seríu sem ég mæli híklast með, þetta er Top Boy. Já, hún er ekki Top Boy? Ég teki það svolítið. Það er anskotana með það, hvað er hún? Það er svona gengi í London. Yes. Alveg Sturla. Mæli með því. En action eða? Já, þetta er svona klíkur svona eitthvað. Það er skemmtilegt sko. Já. En já, við erum eitthvað helgina. Veistlustýra og veðsinnast og samsins. Þetta er bara stemming. Við minnum á blöðkastið. Er að halda ykkur í standi fram að Við erum að æfa. Við erum að taka nýja lagi í kvöld. Við erum að æfa þarna. Takk videos. Við minnum á blöðkastið. Það er næsti þáttur sem að kemur á þriðjudaginn er í mynd sem er stemming. Það var búið að skamma okkur aðeins fyrir hvað var langt sinni við vorum í mynd. Við erum alltaf í mynd einu sinni mánuði. Já, en svo við líka vorum búin að vera með bingo og eitthvað. AC fokkaði þessu upp sko. Já, en það var eitt slappu þáttum þar. Ég er ósála. Mér finnst AC þátturinn, sko hann er geggjaðastur. Ekki láta. Við ræðum hann í nýjasta blöðkastinu. Þetta var þrótt í gangi. Það er bara þannig. Já, en það er stemmingsþáttur sko. Já, ég hef hitt fullt af fólki sem sagði, ég hef bara svo gaman að sjá þetta. Það er bara alveg legit þrótt og þið tóku þetta kassan. Þið hentu þessu ekki. En við erum bæðið með blöðkastið og F95 blöð til að koma fólki í gírinn. Reyna að vera skemmtilegir. Kemst enginn í gírið og horfa á 30 að menn þrótaði henn á hótelherbyggi sko. Nei, en samt, þú veist, Egill guppaði mínútu fyrir record og það er bara, þú veist, Þú ert líka, þú ert langt vestur hana, Egill. Þú ert svo draugur í þessum þætti. Já, ég var verið betri, það hefur verið gaman að taka þetta í the pool party á lögadeginum sko. Já, það hefur aðeins skemmtilegra. En, já Svona er lífið. Það er hins vegar, ég get lofað ykkur því að það verður ekkert þrótt eftir 2 vikur, eftir nákvæmlega 2 vikur þá er verið að opna höllina og fólk að tínast inn því að húsið opnar 6. Pæli við opnum 4, byrjum með þáttinn og síðan kemur King Richie kl. 6. Spáðu ef það er svona veður líka. Já, það verður 100% sunshine sko. En ef það er glampandi sól, hvað með að fá King Sól og Hólmi eitt lag? Já, en sko við erum með nokkra leiningesti, þannig að sem má ekki nefna, ég er mjög peppaði fyrir 2 maturinn þarna, ég get staðfesta. En svo er annar lag sem að verður líka 100% stemming í, það kom út á miðnætti, við erum búin að spila einu sinni í þættinum en okkur finnst að það skemmtilegt, við ætlum að spila það aftur og með því þökkum við fyrir okkur. Takk fyrir hlustunum í dag, heyrumst, vonandi allavega næsta föstudag.